sagði hérna áður við byrjuðum viðtalið að þetta svolítið eins og að keyra sjúkrabíl, maður svona verður háður einhverjum tilfinningarlegum sveiflum en sem kannski ekki öllu leyti alveg hollt, en það eru margar mjög góðar ástæður til að fara í frumkvöðlastarfsemi, en ekki þú að þú slakað á eða þetta sé auðvelt, það ekki eina. Þetta rússíbani. Já, þetta algjör rússíbani. Georg Lúðvíksson, frumkvöðull og einna stofnendum Meniga. Velkomin í þáttinn. Takk hérlega, takk fyrir að bjóða mér. Hvað við förum svona aðeins tilbaka, hvað varst að gera áður hún ferði í frumkvöðla starfsemi? Já, það var nú lítið. Ég byrjaði eiginlega bara strax í háskóla. Ég var eiginlega fyrsta frumkvöðlastarfi var að selja ánamaðka til veiðumanna þegar ég var úlingur. Það var svona til að drýja launin með úlingavinnunni. Já. En svo ég ég svona raungreina maður og fer í verkfræði og þar útskrifast 99, í háskólanum milli 95 og 9 og þetta svona .com bólan, netbólan á fullu. Já, og þetta internetið kemur. Já. Og við sem vorum ég í svona hugbúnaðarverkfræði, tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði og það var bara að maður upplifði rosaleg tækifæri í heiminum með internetinu og vildi taka þátt í því. Þannig að við vorum nokkrir í verkfræðinni sem að staðin fyrir að fara kannski einhvern hefðbundnari leið og fara að vinna hjá verkfræðistofu eitthvað slíkt, ákvaðum við ætlum að stofna internetfyrirtæki eða hugbúnaðarfyrirtæki og taka þátt í þessu ævintýri. Og einhvern veginn upplifði með að Ísland loksins laust úr einangrunni, nú komið internet og við getum bara gert hvað sem í heiminum. Einmitt. Vorum samt pínu ungir og vitlausir en það við vorum mjög svona samfærðir okkar hæfileika. Ég var með góðum mönnum Gummi Hafsteins sem að gerði það gott hjá Google og núna stjórnarformaður Icelandair og var náði einna lengst í Kísildalnum, var að gefa skemmtilega bók síðustu jól. Hann var meðstofnandi með mér í verkfræðinni og líka Hjalti Þórarinsson og við stofnuðum fyrirtæki sem hét Dímon árið áður en við útskrifuðumst og byrjuðum sem tölvuleikja fyrirtæki en byrjuðum eiginlega, vissum ekki hvað við ætluðum að gera. Við sendum bréf á bara helstu fyrirtæki landsins og buðum þeim hugbúnaðarþjónustu og enginn var nú til í það en nokkri vildu ráða okkur en við sögum nei, við erum okkar eigið fyrirtæki, við vorum ekki alveg vantaði hugmynd. Já. Svo fórum við að vinna að tölvuleik sem að Gummi hafði tekið þátt í einhverju keppni einhvern leik sem hét Fjöruflakkarinn og við ákveðum að breyta því aðeins og byggum til leik sem hét Tímaflakkarinn. Já. Sem kom út fyrir og var söluhæsti PC-leikurinn á Íslandi fyrir jólin 1998 með rúmlega 3000 eintök og seldi örlítið meir en Tomb Raider leikurinn sem var næst söluhæsti leikurinn. Já, hvernig leikur var þetta? Þetta var svona leikur þar sem maður svona leysa þrautir. Þetta var svona, maður fór í gegnum Íslandssöguna, byrjaði í landnáminu, svo fór maður í kristni tökuna, þannig að það var svona átt að vera fræðslu element í þessu. Og þetta var svona anda leikja eins og Monkey Island í Mannvíkinu, svona hvað orðið notaði yfir þessar leiki, þessum þú svona flakkar á milli, þú velur hvað þú segir þegar þú hittir fólk og svona getur valið úr, átt svona leysa þrautir, safna hlutum og komast áfram. Þetta svona ákveð svona storytelling sem þetta fara í gegnum. Já, svona storytelling en þú stjórnar sögunni svolítið og velur hvað þú segir við það sem þú hittir og þarft svona að leysa ákveðna þrautir til þess að komast áfram. Já. Og svona fræðast í leiðinni. Voru þið sjálfur sem að þróa þennan leik þá? Já, við bara gerðum hann alveg sjálf og vorum bara lítill hópur en þetta var nú ekki frábær business. Við rétt kannski náðum upp í kostnað við að þessum tíma var allir leiki seldir bara sem geisladiskur í kassa og rétt náðum upp í kostnað við að markasetja og gátum ekki borgað okkur mikið að launum. Nei. Árið eftir gerðum við tölvuleikja útgáfu af Talnapúkanum eftir Bergljótu Arnald sem var svona vinsæl barnabók með sömu leikjavél og vorum svona kannski að fara í þá átt að búa til leikjavél. Já. Svona hugbúnað sem var þetta að búa til aðra leiki á sem hefði verið áhugaverð lausn en þarna var samt svona, þetta var, nú erum við komin í árið 99 og þarna var svona .com bólana verða mjög svona stór og farsímarnir voru svona búin að riða sér til rúms. Nokia var að nálgast hátind sinnar fræðar
Já. Og þannig að og þeir fóru síminn sem var í Matrix 1 myndinni var Nokia 7110, var fyrsti síminn með svona mobile interneti eða VAP sem við mun eftir og við vorum sannfærðir að svona tölvuleikir var ekki nógu spennandi en að við á mjög skömmum tíma ákvaðum að algjörlega söðla og fara að gera hugbúnað sem að tekur venjulegar vefsíður og þýðir þær fyrir farsíma sem var þá svona annar staðall. Já. Þessi VAP-staðall sem að margir spáðu og yrði bara jafnstór og interneti á þeim tíma. Þannig að við breyttum algjörlega kúrs, fengum fjármögnun snemma árs 2000 frá mörgum af stórum fyrirtækjum Íslands, margir sem vildu taka þátt svona fjárfest í tæknifyrirtækjum eins og þarna voru margir svona framalega íslensku viðskiptalífi voru í stjórn að koma að þessu og stærstu fjárfestarnir voru Hannes Márásson, Já. og nú seinna frægari með FL Group. Hann nú vel þekktur fjárfestir. Vel þekktur fjárfestir og hann reyndist okkur reyndar mjög vel, var mikill mentor og hafði mikla trú á því sem vorum að gera og vildi svona og fleiri. Já. Sveit Valfells og fleiri og við einhvern veginn náðum ágætu flugi með þetta. Við byrjuðum á Íslandi en svo fórum við að selja þetta líka erlendis og einhvern veginn náðum við að samfara Nokia sem var þá bara eitt stærsta og heitasta svona tæknifyrirtæki heims að þeir voru svona með á stefnuskránni að búa til viðskipta hugbúnað fyrir fyrirtæki heimsins þar sem þeir getu bara almennur viðskipta hugbúnaður, hvort sem það var tölvupóstur eða eitthvað eða bara einhverju svona annar almennur hugbúnaður gera hann allan aðgengilegan úr símónum. Þeir áttuðu sig á því að eins og þetta var síðar sér sjálfsagt þú getur nálgast allt sem þú að vinna með í símónum en þarna var það ekki komið og þeir sömdu við nokkur fyrirtæki frá nokkur löndum, meðal annars Dímon að vera þáttakandi í svona stórri svítu sem þeir ætluðu að markasetja bara á heimsvísu og þetta var verkefni sem að við köfuðum í einhver 2 ár og vorum með annan fótinn í Finnlandi og bóðið í sána reglulega og mikill skóli. Já. Og þeir reiddu held í $100 million í þetta verkefni. Þetta er árunum svona 2001-2003 og þarna netbólan sprungin en út af þessu verkefni við Nokia þá gekk okkur vel, vorum með hagnað og þeir voru að borga okkur ágætlega fyrir þetta og við áttum líka hlutdeild í þessu ef þetta hefði náð árangri þá hefði þetta verið mikið success en síðan einhvern tímann seint árið 2003 þá ákveðu Nokia heyrðu nei þetta eins og gerðist mjög oft á þessum tíma þá var svona gerist í stórum fyrirtækjum þá voru oft skipulagsbreytingar og þarna eru einhverjar skipulagsbreytingar og þeir sem voru að leiða þetta verkefni urðu einhvern veginn undir í pólitíkinni og svo voru líka einhverjar greiningar sem að spáðu því að internetið á farsímum myndi ekki ná flugi fyrir árið 2007-08. Já, ok. Og eftir á að hyggja var það alveg hárrétt greining. Það náði ekkert flugið fyrir einmitt þá þegar iPhone kom og svona og ýmsar ástæði fyrir því. Þannig að þeir bara drápu þetta verkefni eftir 2 ár og þá áttu við ennþá svolítið pening og mjög frambarlegan hugbúnað en svona það hefði verið svona ákveðnar deilur í hluthafahópnum þannig að við ákvaðum að eftir svona 5 ára vegferð sem var mikill skóli og mann leiði eins og þetta hefur verið heila ævi af reynslu. Já, trúi því. Og búin að vera allt í einu komin í Instacop í vinna innan Nokia sem var bara hátindi fræða sinnar að það var allt í einu var það búið og við ákvaðum bara að leysa upp fyrirtækið. Já. Og áttum svolítið pening þannig að við gátum endurgreitt fjárfestum svona eiginlega allt sem þeir höfðu sett í það en ekki meira en það þannig að við stofnendur fengum nú ekki pening en gríðarlega reynslu. Já. Og þannig að þetta var svona en þarna svolítið líka þetta var eldskírnin í frumkvöðlastarfsemi þarna fyrir þetta hafði ég kannski séð fyrir mér að fara í mastersnám í gervigreind eða einhverju slíku sem ég hefði mikinn áhuga á og hafði verið að vinna mikið í náminu en eftir þetta var ég orðinn samfærður svona viðskipta frumkvöðl þannig að þá ákvæði nei, ég ætla ekki lengur í mastersnámi í tækni, ég ætla í viðskiptafræði og fór svo stemdi þá MBA-nám og við fórum allir 3 stofnendurnir í MBA-nám til Bandaríkjanna. Þeir fóru félagar mínir Gummi og Hjalti báðir í Sloan hjá MIT og ég fór svo 2 árum seinna í Harvard
Business School. Já, hvernig var að komast eins og inn í það nám til dæmis? Og það var erfitt og bara mikil samkeppni. Þetta örugglega 10 sinnum, 20 sinnum fleiri sem að vilja fara inn en komast. Þannig að maður það bara leggja mikið á sig til þess að svona skera sig úr og fá náð fyrir augum svona þeirra sem að velja inn í skólan og maður það bara selja sjálfan sig svolítið og ég var búinn að býta það í mig að ég vildi fara í nám úti og taldi það mjög þroskandi sem að eftir á að hyggja ég held að það hafi verið alveg rétt og ráðleg flestum að gera en það sem ég gerði þarna, ég seldi sjálf mig sem fyrsta lagi dímonreynslan hjálpaði sem svona, ég hafði náð ákveðnum árangri sem frumkvöðl þannig að ég svona bjóð til söga mér frumkvöðli en líka einhverjum sem var mjög öflugur tæknimaður, ég hafði verið þarna líka í hugbúnaðargerð og forritun og sóttum nokkur engaleyfi hjá Dímon og hafði unnið stærðfræðikeppnir og var svona tæknilega sterkur en líka viðskiptalega og svo hafði ég hérna í millitíðinni kona mín fyrrverandi þeim tíma var að klára læknisfræði þannig að við fórum ekki strax út og í millitíðinni starfaði ég sem sölustjóri hjá íslensku fyrirtæki sem heitir Menn og Mís sem að var nú bara selt hérna í fyrra eftir 33 ára vegferð til kanadísk fyrirtækis og bara hefur verið eitt af leiðandi fyrirtækjum í svona DNS-kerfum sem svona okkur konar pípulagnir internetsins bara frá því interneti byrjaði og við vorum, Menn og Mís þá eins og nú var með hugbúna sem að í rauninni nýtist bara stórfyrirtækjum. Nú þurftir að vera með svona helst 1000 ef ekki 10.000 starfsmanna á innra netinu til þess að tólin eða hugbúnaðurinn sem Menn og Mís var að gera nýttust þér. Þannig að ég var í rauninni bara að selja hugbúnað þarna til stærstu fyrirtæki heimi, bara Fortune 500 fyrirtækjana og mikið mest í Bandaríkjana. Þannig að ég var svona símasölumaður 3 vikur í mánuði og svo fór ég kannski í vikuferð til Bandaríkjana að hitta fyrirtæki og fór kannski í 6 borgir og 5 dögum að reyna að selja þeim innan hugbúnað og flakkaði þar á milli bara margra af stærstu fyrirtækja heims sem var rosa skemmtilegt og fekk svona sjá Bandaríkin svona eins og farandsölumaður gerir. Já. Hvaða ár var þetta? Þetta ég byrjaði hérna snemma árs 2004, bara stutt eftir að Dímon lagt niður og hérna þangað til ég fer í námið svona sumarið 2006, þannig ég hérna í 2 ár. Hann ertu í 2 ár. En hvernig var eins og ákunnum við það oft svolítið horta á þannig að þegar frumkvöðlar eru sérstaklega að stofna sér degi fyrirtæki og annað, svolítið erfitt að sleppa tökunum. Hvernig var svona ákunnum við það að leggja Dímon niður með við? Já, hún var mjög blendnar tilfinningar en það sem gerði hana kannski, og ég nefndi það nú ekki, en það, eins og ég sagði, það urðu ákveðna svona deilur í hluthafahópnum sem nú oft það sem að drepur fyrirtæki meira heldur en einhverju svona ytri þættir. Og það var mikill skóli og það sem að kannski annars vegar voru það við stofnendur, við vildum bara fara til tungsins og reyna að sigra heiminn og vorum efnilegir en held ég en svona líka ungir og vitlausir að sumu leyti og svo vorum við með fjárfesta og hluthafa sem að sumir kannski voru algjörlega með okkar bandi eins og voru aðrir sem vildu fara aðra leiðir og það mynduðist svona einhver leiðilegar fylkingar þarna. Og það búið að vera einhvern svona kergja í hluthafahópnum af svona meira einhver svona bara persónulegum toga og einhverju leyti svona kannski ósætti hvert þetta stefna og svo þegar þessi Nokia samningur eða Nokia slítur þessu verkefni sem var mikið áfall fyrir félagið þá svona var bara ekki, menn hafði ekki list á því að halda áfram og við vorum á sama stað, ég held að við allir höfum huga á að fara í nám erlendis. Dímon hafi verið algjör úrvalsdeild hugbúnaðarfólks. Við vorum bara með bestu forritara landsins og margir sem hafa síðan farið og stofnað fyrirtæki og gert alls konar góða hluti síðan. En það sem að kannski við fundum var að söl og markaðslega vissum við ekki neitt. Vorum eiginlega heppin að ná þessum Nokia díl, náðum honum þó en svona eftir á að hyggja þá, við vorum svona viðskiptarlega og söl og markaðslega vorum við, það var algjör synd, við vorum svo frábært tæknifólk. En við svona, og ég eiginlega, þetta var svona uppljófin, ég var í tæknihlutverki fyrst og fremst hjá Dímon, en svona undir lokin var ég farin að sinna viðskiptastjóri fyrir Nokia
og settist í stjórn og svona áttaði mig á þessu sem að tala mikið síðar, að það salan og markasetningin sem þarf bæði en hún skiptir meira máli heldur en tæknin. Þannig að í staðin fyrir að fara í nýtt tæknistarf eða stofna nýtt tæknifyrirtæki þá ákvað ég gagngert til þess að læra að selja að taka þetta sölustjórastarf hérna hjá Mönnum og Músum. Já, í 2 ár. Til þess, aðal markmiði var að læra að selja og það fekk þarna tækifæri og átti mjög gott samstarf við Menn og Mís og svona fyrra árið svona gekk að brösulega, ég brendi lítinn eins og sagt ég svona kannski einhverju voru áhugasamir og ég svona hefði getað spila betur úr því en svo gekk þetta mjög vel svona seinni hluta þess tíma og ég náði mörgum að stærstu sölum fyrirtækisins og fekk bara þarna mikið sjálfstraust sem sölumaður og þetta líka öll frumkvöðlastarfsemi sölumennska. Sumir segja lífið sölumennska út að selja konunum og börnunum og öllum alltaf eitthvað en svona í víðu samhengi en frumkvöðlastarfsemi fyrst þarf það samfara sjálfaðu eitthvað sér góð hugmynd, svo þarf það samfara einhverjum að koma með þér í það, fjárfesta og starfsfólk og meðstofnendur og svo þarf það samfara viðskiptavinni og þetta svona, sölumennska í merkingunni, þú ert bara að reyna þú ert að samfara aðra á einhvern jákvæðan hátt, þú ert að reyna að selja það sem þínar hugmyndir og hérna, það bara algjört lykilatriði. Þannig að ég ráðlegg nú frumkvöðlum og þeim sem íhuga það að stofna fyrirtæki að læri að selja. Það þetta besta og ef þú getur sameina tæknisölu eða tækniþekkingu og sölu og markaðsmál, það eitt svona verðmætasta samsetning sem þú getur verið með. Já. Og þetta mitt notaði ég í þessari Harvard-umsókn. Ég seldi mig sem frumkvöðul og öflugan tæknimann en líka einhvern sem hefði verið að reyna að vera góður sölumaður. Og það svona held ég að sé nægilega sjaldgæf blanda að það svona allavega verið að virka allavega nógu vel til að ég mér var hleypt inn í hennar skóla. Já. Einmitt. Þetta hvað? Þetta árið 2006 sem þú fer í skólan? Já, þannig fer ég fyrir 2006 og flytt til Boston ágúst 2006 og þá bara gríðarlega skemmtilegt 2 ár þetta nám og þarna líður manni bara eins og maður sé í miðpunkti heimsins. Og munurinn að fara í einhvern svona skóla þar sem maður upplifir bara alla kennara annarkvort mjög góða eða frábæra og bara inspírerandi suma. Þannig að frá því að koma úr íslensku skólakerfi sem var mörguleiti ágætt en svona allur gangur á gæðum kennslunar og hversu mikil ástríð í kennurunum og svona á aðgengilegt en þarna maður bara komin á eitthvað allt annað level þar sem líka maður hitti fólk frá öllum heimshornum, mjög oft impressive fólk sem búið að gera flotta hluti og bara langar að breyta heiminum til góðs, maður fær bara trú á mannkyninu líka og svona mikil gæði í öllu og þetta bara svona einhvern veginn ýtir manni sjálfum upp. Já, herra level. Og svona, bara og einhvern veginn þetta kostaði pening en maður aldrei sé eftir krónu því að þetta gaf manni bæði menntun auðvitað en líka og þetta námi byggt upp alltaf svo kallar svona case method þar sem maður ekki að maður les bara fræðin utan kennslustundana en kennslustundana snúast allar að það eitthvað case, einhver staða eitthvað tilfelli sem í einhverju fyrirtæki venjulega, þú lest eitthvað kannski 10 blaðsíður einhvern bakgrunn, þú ert hérna í Intel og þetta vandamálið og hvað gerir þú? Svo bara allir tíminn alltaf umræður hvernig ætlar að bregðast við þessari aðstöðu með þær upplýsingar sem koma fram í þessu case-i. Já. Þannig að maður gengur í gegnum einhver svona 500 svona case og alltaf spurt, hvað gerir þú? Þannig að maður lærir, og þetta einmitt annað sem skiptir öllu máli í frumkvöðlafræðum að frumkvöðlastarfsemi að það svo auðvelt að gagnrýna hlutina og tala hlutina en maður verður að fókusa alltaf á hvað aðgerðaráætlun, hvað ætla ég að gera í málunum. Já. Og hvað raunhæft að gera. Þannig að þetta kennir manni svolítið þann hugsunhátt. Og svo líka þarna kom í heimsókn bara, maður fekk að hitta fólk sem hefur bara náð fremst í sinni röð sem kom í heimsókn í tíma eins og El Arian hjá Pimco eða Jamie Dimon sem núna hjá JP Morgan og kannski áhrifaríkasti maður í finance í heiminum. Hitti Warren Buffett líka og bara heila kvöldstund sem var ógleymanlegt og þá fannst mann orðin svona komin á efri ár en ótrúlegt hvað hann endist, þannig að það var mjög eftirminnilegt.
einmitt. Og einhvern veginn bara, maður fann líka að maður gat staðið sig ágætlega í þessum hópi og mér gekk vel í skólanum og var með þeim hærri sérstaklega fyrra árið og þá einhvern veginn upplifði maður mikið sjálfstraust. Ok, ef ég get staðið mig, ef ég stend mig í þessum hópi, þá einhvern veginn hlýt ég að geta hvað sem er. Einmitt. Þannig það eitthvað sem maður getur leitað til síðar. Og svo þetta ekki svona einhvern veginn eins og sumir hafa þess að ímynda af þessum skólum eins og Harvard að þetta sé svona hrokafull lið. Það bara gæti ekki verið fjær sanni. Þetta einhvern veginn maður sjaldan upplifað hóp sem meira svona bara generous með sinn tíma og hjálpa öðrum og það ekki til eiginlega hroki í þessum hópi. Já. Og enda skólinn mjög viðkvæmur fyrir þessu og reynir að velja inn fólk sem sem sagt laust við það. Já, einmitt. Hvað myndirðu segja svona á þessum 2 árum að hafi kannski verið mesti lærdómur sem þú dregur úr að fara og vera í Harvard? Já, það nú margt sko. Ég myndi kannski aftur tala þetta að það sem að svona í öllum stöðum í lífinu og viðskiptum það sem skiptir máli hvað ætlar að gera núna með fyrirliggjandi upplýsingar. Þannig að svona vera svona action oriented. Það kannski stærsti. Svo ferðu, og þú svona einhvern veginn líka upplifir það rosalega mikil gæði á öllu. Bara ef það falla laufblöð á haustin þá eru konir 3 menn að blása þau í burtu strax og það svona auðvitað hluta því bara að halda einhverju svona ímynd og þetta mjög ríkur skóli sem á mikið af peningum að gefa svo margir til hans og þetta algjör maskína, markaðsmaskína en hann líka, þetta samfélag sem að mjög verðmætt að vera hluta af og svona einhvern veginn þú upplifir svolítið bara sjálfstraust og að þú getur gert hvað sem í heiminum þegar þú ert búin að vera á stað sem að svona, þú upplifir svolítið miðpunkt og bara fólk, forstjórar stærstu fyrirtæki heimi kom í heimsókn í skólan að tala við þig í bekknum og að þá svona, þá upplifir þú hugsa stærra þegar þú ert búin að vera í svona umhverfi. Já, búin að vera meðal þeirra bestu. Algjörlega. Já, einmitt. Það bara mjög, öllum hollt að svona, það ítir öllum upp á við að þú ert svona í úrvalsdeildinni versus að vera í fjóruðdeildinni. Það rífur alla hinu. Það bara þannig, já. Einmitt. En þú ert þarna í 2 ár og svo kemur heim þá 2008, 2009? Já, ég kem heim korter í hrun. Í mittiltíðinni stofnaði ég fyrirtæki með skólafélögum seinna árið sem heitir updown.com sem var, og þá var ég komin með áhuga á fjármálum. Dímon snerist ekki fjármál en ég hafði fengið snemma áhuga á svona heimilisfjármálum og var komin með viðskiptahugmynd þetta með að Menika var að þróast þarna, hún var að svona, þó að var ennþá nokkur ári ég myndi stofna Menika þá var ég byrjaður að hugsa heimilisfjármála svona startup og þarna var líka í Boston að þessum tíma var ný kynslóð af heimilisfjármála fyrirtækjum að koma fram og ég kynntist sumum stofnendum þar persónulega og þarna var líka fyrirtæki að koma fram í Kaliforníu sem heit Mint.com sem var sumir þekkja sem var kannski svona náði lengst sem svona heimilisfjármála og var eina fyrirmyndum Menika. En svo kynnist ég þýskum strák sem var með mér í náminu sem var með hugmynd sem svona mér leist ágætlega og við fórum á stað með þetta Updown sem var svona hlutabréfa, svona virtual trading þar sem þú gast æftig að fjárfesta hlutabréfamörkuðum alveg eins og væri í trade eða einhverju svona online platformi eða í Toro í dag eða hvað sem það en þú gast æfti með spilapenningum þannig að þú skráður þig, það var ókeypis þá fékkstu $1 million bara í svona spilapenningum og gast treytað og æfti og séð hvað gerðist og við vorum meira sem þetta þannig að þú sigraðir markaðin og meira árangur í þínum fjárfestingum heldur en markaðurinn og borguðu við meira að segja smá alvöru peninga, ekkert enga stóra fjárhæðir en samt aðeins og fullt af fólki alveg, og vorum svona selja þetta líka inn á fjárfestingaklúbba í háskólum í Bandaríkjunum og náðum alveg, það var 500.000 notenda og það var þó nokkuð notað og var vinsælt og þarna var líka ný kynslóð af svona trading fyrirtækjum af alls konar gerðum sem var mjög skemmtilegt community en stóra hugmyndin þarna var að búa til vogunarsjóð og það var fjárfestir sem fjárfesti í okkur sem var svona vogunarsjóðsgaur þýskur aðili sem
hugmyndin var að reyna greina hverjir af okkar 100.000 notendum með spilapenningana væru stöðugt að sigra markaðinn. Já. Og líta á þá sem nokkuð skoðan sjóðstjóra og reyna að vigta þeirra viðskipti inn í alvöru tradingstrategíu fyrir alvöru peninga. Okay. Þetta var stóra hugmyndin, þannig að við ætlum að búa til svona fyrsta crowdsourcaða vogunarsjóð heims. Já. Og þetta var mjög skemmtilegt verkefni og við fengum hann einmitt Harvard-prófessor og fleiri til að spá í þessu með okkur, hvernig gerum við þetta og sumir sögðu þið geti aldrei gert þetta og það er þessu jú, þið reynið þetta og þetta og svona við prófuðum alls konar hluti en svona þessi þáttur, við urðum aldrei nógu samfærð gæðin í þessum algoritmum sem við vorum að reyna að búa til þess að þora að byrja að treyta, taka alvöru peninga og byrja að treyta á því. Þannig að svona sá þáttur við náðum ekki að bara klára það nógu vel. Og það lá alltaf fyrir, þegar maður veit aldrei, það er nú eitt í frumkvöldastarfsemi, maður veit aldrei svona hvort maður er að gera eitthvað nýtt, hvað gengur. En við samt, þetta gekk ágætlega og var keyrt í nokkur ár, en ég ákveði að flytja heim til 2 ár af fjölskyldu ástæðum, rétt fyrir hrun. Og var þá var mikinn fjármála áhuga, bæði með hugmyndina sem var síðan Menika, en ég hafði líka bara áhuga á fjármálum og fjárfestingum og ég ákvaða, ég réð mig í vinnu hjá Íslenskum vogunarsjóði sem var nú fyrsti sinna tegundar sem heiti Boreas Capital sem var stofnaður af Ragnari Þórisinni og Tómasi Gessinni og núna í nýjasta fyrirtækinu, Spesíu sem ég er að vinna í dag, þar ég aftur að vinna með Tomma, það var nú tilviljun en ég vann aldrei fyrir Boreas, ég átti að byrja 1. október og svo gerist hrunið í september 2008. Já. Og þá var nú ekki alveg, ég átti að vera svona sóknarleikmaður í þessum vogunarsjóð að finna nýja fjárfestingar og eitthvað, en það þurfti nú aldeilis að spila vörn næstu misserinn. Boreas reyndar hélt áfram í nokkur ár og gekk ágætlega svona með við umhverfið í kring sem var alltaf hrynja, en þannig að það varð ekkert úr þessari vinnu. Og ég var svona átti ekki mikið pening á þessum tíma og skuldaði námslán og svona, þannig að ég þurfti að drífa mig að fá einhverja vinnu. Já. Og réð mig þá til Glitnis bara með örfára daga fyrirvara 2. október sem var held ég 3 eða 4 dögum fyrir hruni fyrir hann var gjaldþrota. Vissi reyndar þá að það væru kannski helmingslíkur á að bankin yrði ekki eftir nokkra daga sko, og átti einmitt að hjálpa bankanum að fara í einhver svona sækja meiri innlán erlendis sem að svona eftir á að hyggja var nú kannski ágætt að maður bendlaði sig ekki við. Já. Þannig að ég mætti í vinnun held ég 2 daga og ég var þegar skilanemndin kom og rosaleg dramatík. Mér leiði eins og ég væri svona komin í einhverja herdeild sem hefur að berjast í 2 ári rosalega erfiðar aðstæður og hefði loksins tapað stríðinu og væri bara rosalega tilfinningar. En ég hafði aldrei gert handtak og gerði aldrei neitt og mætti í jakkafötunum 2 daga og allir rosa annars hugar og svo mætti ég aldrei meira sko. Þannig að þetta er minn ferill í bönkum. Hann var svona sko í þessar 2 daga. Hann var mjög stuttur sko, já. Já, en hvernig var eins og að koma hann heim alveg á toppnum, beint frá Harvard og beint í þetta? Já, það var bara áhugavert sko. Auðvitað hafði maður aðeins verið að spá í því sem hafði verið að gerast á fjármálamörkuðum í skólanum. Þetta lokaprófið mitt í einum kursi, hagfræðikursi vorið var sko case Ísland. Bara þá var verið að segja þú ert Moody's eða S&P 500. Þetta er að gerast á Íslandi með upplýsingar sem lágu fyrir maí 2008. Þú ert með ríkissjóð núna AAA rated er það rétt eða rökstuddu hvort þú viljið halda því eða hvort þú viljið lækka lánshæfismatið. Já. Og þetta var svona, og eftir á breyttuðu reglunum út af Íslandi, svo við hefðum ekki átt að hafa svona hátt lánshæfismat, þannig að þetta var mjög svona snjallt case að láta mann prófa, þannig að maður var mikið búin að vera að spá í þessu. Ég var líka að gera einhver verkefni með íslensku bankana og svona. Þannig en auðvitað, maður vildi líka bara hjálpa til að endurreisa og já, þetta var en samt skrítið að koma heim og svo hrynur allt. Þetta var ekki alveg tíminn til að fara í fjármálabransan eins og ég kannski ætlaði að gera. Einmitt. Þannig að þá var bara aftur í frumkvöðlastarfsemina sem ég nú ekki séð eftir og tók stuttstopp með Magga Skeving í Lazytown nokkra mánuði, sem ég starfaði einhverja 4-5 mánuði, loka árs 2008 og byrjun 2009.
það var nú mikið ævintýri en svona en komst kannski fljótt að því að það var ekki eitthvað sem ég vildi gera lengur en að ég hætti þar og stofnaði Meninga vorið eða svona snemma árs 2009 og það var náttúrulega mikið ævintýri og þannig að eftir hrun, þetta var góður tími til að stofna fyrirtæki eins og Meninga. Það var, fyrsta lagi var mjög mikið af hugbúnaðar talent á lausu, bara bankarnir höfðu þarna fyrir hrun soga til sín og borga langbestu launin og réðu bestu forritara landsins. En þarna strax eftir hrun þá var ekki cool lengur eða áhugavert eða spennandi og frekar léleg stemning í bönkunum. Þannig að góðu forritararnir voru bara margir á lausu og svo meðstofnandi minn fyrsti Ásgeir og svo kom bróður hans setna, Viggo, hann einmitt var að vinna fyrir Landsbankann, var að leiða netbankaþróun hans en svona var mjög til í að taka slaginn með mér í þessu frekar en að vera þar áfram. Já, og svo margir af okkar fyrstu svona hugbúnaðarmönnum kom úr bönkunum. Já. Svo var líka einhver stemning svona í samfélaginu þarna bara að þetta bankaævintýri hefði, mistókst, þannig að þurfum að byggja á öðru hérna á Íslandi og þannig að það var mikil svona þrátt fyrir ýmis vandamál og svona kannski með fjárhagslega áföll, þá upplifði ég mikinn svona samfélagslegan stuðning við nýsköpun. Það var alveg viljið til að hjálpa og við náðum, það var alveg þannig að við svona, fengum bara, við vorum búin að vera að vinna þessu í nokkra mánuði þegar við náðum líka að semja við Íslandsbanka. Þeir eruðu svona fyrsti viðskiptavinurinn og settu Meninga svona, fórum í svona samstarf með þeim, sumir heldu og halda ennþá kannski að Meninga hafi einhvern veginn Íslandsbanki hafi átt Meninga yfir hluti, það har aldrei verið þannig en það var alltaf lagi, það var þeir bara svona auglýstu Meninga og fengu svona exklusíft samstarf, seinna komu allir hinir stóru bankarnir inn, en svona við bara náðum bara fengum stuðning, fengum síðan fjármögnun hjá Frumtaki sem var þá, voru meina fyrstu fjárfestingunum hjá þeim, það var svona sjóður til að fjárfesti í nýsköpun, einn af þeim fyrstu á Íslandi, sérhæfðu þannig sjóðunum, ef ekki sá fyrsti, allavega sá sem þeim sem ennþá starfandi og þeir voru mikið munurinn á nýsköpunarumhverfinu þá og núna mjög mikill en þarna fengum við fjármagn og síðan flutti ég til Svíþjóðar seinni part árs 2009. Það lá eiginlega fyrir því þið fluttum heim frá Bandaríkjunum að því kona mín fyrirverandi Emmitt, hún var þarna átti eftir að taka framhaldsnám og við ætluðum upphaflega að gera það í Bandaríkjunum en komumst eiginlega því að læknanámið sé eiginlega ómikill þrældómur þar. Það hefði svona bara við töluðum við einhver Íslendingar sem hefðu verið í framhaldsnámi læknisfræði í Bandaríkjunum og þeir bara vöruðu okkur við því bara nei, bara ef ykkur andum hjónabandi bara ekki gera þetta, þú bara vinnur hérna 360 daga á ári í 2 ár og það hefði verið álag á okkur og svona, þannig að við ákváðum að frekar að flytja til Svíþjóðar og þannig að þegar ég stofnaði Meninga þá lá fyrir að ég var að flytja til Svíþjóðar og hugmyndin var þá líka að byggja upp sölu hlið að því Meninga var hugbúnaður hugsaður strax fyrirtæki sem var hugsað út fyrir Ísland þarna einmitt maður nýkomur úr námi og Dímon var fyrirtæki sem var bara að hugsa heimsvísu og þannig að ég flutti til Stockholms og sett upp söluarm Meninga þar og þar náðu við með mikilli vinnu síðan að selja hugbúnaðinn til einhverja skandinavíska banka og svo svona koll á kolli var þetta náði meira og meira árangri og varð fyrstu árin hjá Meninga gengur mjög vel. Við bara náðum okkar áætlunum sem nú ekki endilega algengt í svona frumkvöðlastarfsemi út með einhverja mjög metnaðarfullar áætlanir og þegar það nást, það svona er oft næstum óvænt sko. En maður samt nær ekki held ég miklum árangri nema að reyna það og það var alltaf, við settum Meninga upp þannig frá upphafi að þetta væri alþjóðlegt fyrirtæki og þó að væri bara Íslendingar fyrst að starfa þá krafðist ég þess að allt er þá ensku því að það mun ekki alltaf vera Íslendingar og getum fengið erlenda fjárfesta og þannig að allt svona við reyndum að þróa hugbúnað en þannig að hann passaði við öll lönd, við varum ekki að þróa fyrir einhverja sér íslenska skatta eða lífeyriskerfi eða eitthvað, við varum bara að þróa fyrir svona heimilisbókhald sem svipað allstaðar. Þannig að þetta var allt svona bara hugsað út frá því að geta orðið alþjóðlegt fyrirtæki og það var mikill svona komandi líkur svona námi og mikill metnaður þá svona, maður vildi bara byggja upp fyrirtæki sem gæti orðið stórt, gæti fengið vísi fjármögnun
og já, það var En hvernig var svona öðruvís eins og við Menika og Dímon sem varst með hann upp úr aldamöndum með 2000 að sækja fjármögnun til dæmis? Hvernig var það ferlið það að beint eftir bankahrunni? Já, sko það var allt öðruvísi þegar við vorum að sækja það fyrir Dímon. Ég var endar ekki svona í hópnum sem var að sækja það, en það var mjög svona, við vorum með fjárfesta sem komu inn sem englar sem voru Sveinn Valfells og Hannes Márásson og svo einhvern veginn settu þeir upp fundi með mörgum bara stærstu fyrirtækjum Íslands sem voru svona, þetta var ekki skipulagðar vísifjárfestingar, þetta voru meira svona einhver fyrirtæki eins og hluthafarnir sem komu inn voru Eimskip og Flugleiðir og Opin Kerfi og Búnaðarbankinn Verðbréf og ég að gleyma einhverjum íslenski hugbúnaðarsjóðurinn kom inn á einhverju tímapunkti, þannig að þarna voru þetta bara einhver svona fyrirtæki sem ákvaði, jú, við skulum veðja á þessi nýju internetfyrirtæki, en þetta var mjög svona, það var lítil reynsla komin át og þau kannski hvorki viðni, þau vissi alveg hvað þau voru að gera í þessum fjárfestingum. Já. En svo þegar ég, með Menika, þá auðvitað þekkti ég líka miklu betur bara hvernig venture capital virkar í heiminum. Ég hafði verið að vinna verkefni fyrir bandaríska venture capital sjóði og hafði meira sér íhuga störf hjá svona sjálfur í fjárfestingum. Já. Og við, fengum fjármagn snemma frá frumtæki. Það var, þeir ákvaða að treysta okkur, vorum óvinju kannski stutt á veg komin með þeirra reglur en þeir ákvaða að veðja á okkur snemma, þannig að við fengum fjármagn frá þeim það bil ári eftir að við byrjuðum. Þá vorum við komin með Íslandsbanka og það gekk vel. Síðan sóttum við aftur fjármagn næst 2013 og það var svona Series A, þá var fyrirtækið orðið leiðandi í Evrópu. Þá vorum við kannski komin með 10-15 banka og vorum stærstir á okkar sviði sem var að selja svona heimilisfjármála hugbúnað inn í netbanka. Þannig að getur boðið upp á svona virkni eins og sumir þekkja frá Menika. Og Menika hefur alltaf bara á Íslandi verið svona consumer brand, svona eitthvað sem og við vildum það líka til að nota Ísland sem tilraunamarkað sem virkaði mjög vel. En erlendis vorum við að selja hugbúnað bara til banka þannig að þeir getur bætt þessu við sín netbanka upp og sín netbanka og já, við vorum bara stærstir í Evrópu á þessu sviði og áttum möguleika að selja fyrirtækið 2013 fyrir einhverjar svona 30 miljóna evrur á þeim tíma, einhverja 5 milljarða sem hefði verið mjög fín ávöxtun fyrir alla og stuttu eftir að við vorum búin að sækja 5 milljónir í fjármögnun frá íslenskum og erlendum aðilum. En þarna svona var ákveðin vatnaskil, fyrirtækið gengi mjög vel, en ég hafði alltaf séð fyrir mig Menika sem svona 2 þrep. Það var meira sér til einhver kynning frá bara, þegar vorum alveg að byrja, sem að ég svona var að tala Menika sem skref 1 í masterplaninu. Við ætlum að verða leiðandi heimilisfjármála hugbúnaður inn í bönkum sem við náðum erum Menikar enn eitt bara fremst í heiminum á því sviði. Já. Svo var skref 2. Þegar við erum komin inn í netbankana þá ætlum við að hjálpa bönkunum að búa til auglýsingahagkerfi inn í netbankunum. Og þar var hugsunin að það eru til Google auglýsingar, þú ert að leita einhverju, ég þarf sjónvarp, þá er það bara frábært að auglýsa það í Google. Og Google búið eitt verðmætasta fyrirtæki í heimi. Svo er til Facebook sem auglýsingar sem úr með eitthvað svona social graf og allir þínir vinir og fyrir ákveðna hluti bara hvergi betra að auglýsa. En það hugsaði, svo ertu með neyslusöguna þína, bara allar þínar færslur á kortum og bank, allt sem þú kaupir. Já. Fyrir ákveðna hluti. Já. Þá er það bara bestu mögulegu gögn til að auglýsa, og hugmyndin er ekki beint auglýsingar heldur að þú gefir bankanum þínum leyfi til þess að finna tilboð og afslætti sérsniðin að þinni neyslusögu. Kannski þú ert að eyða rosalega mikið í Lego-búðinni að því þú átt son sem að elska Lego sem dæmi, þá farðu Lego-tilboð. Þá fara aðrir að keppa þínu viðskipti þar sem þú ert verðmætur viðskiptavinur. Eða jafnvel að það geti þróast í einhvern svona
gervigreindar agent sem bara fer að finna bara skiptum rafmagnsveitu á hverju mánuði bara eftir í hver býður best hverju sinni, að þú sért svona að hjálpa fólki bara að nýta betur peningana sína á einhvern mjög út frá því hvernig það að eyða í dag. Og þetta er Meninga að gera ennþá einhverjum mælum svo fríðukerfið á Íslandsbanka sem að Meninga þróaði. Það þessi hugsun og Meninga var þarna líka var lengi að vinna með Nordea í Svíþjóð með svona kerfi. En á þessum tíma þarna 2013 þegar við erum með áhuga á að kaupa fyrirtæki, þá bara var það mín skoðun nei, bara við erum alls ekki að fara að selja þetta hérna eitthvað á einhverja 30 milljón evrur. Ég vil reyna að byggja til, búa til unicorn eða eitthvað svona sem getur orðið miklu stærra. Já. Og þessi auglýsingahagkerfis hugsun var eitthvað sem var 100 sinnum stærra heldur en businessin sem Meningar ennþá leiðandi í dag að selja bönkum hugbúnað. Góður business, ekki auðveldur en samt ágætur en hann getur ekki orðið milljarða dollara fyrirtæki en það að reyna að búa til einhver auglýsingahagkerfi inn í netbönkum sem getur keppt við Google og Facebook og heimsvísu, það var svona stóra hugmyndin. Já. Og þannig að við notuðum mikið af peningunum sem við sóttum til þess að rauninni fara að þróa þennan þetta skref 2 af masterplaninu að sigra heiminn. Og næstu ár þá vöxum við áfram í þessum heimilisfjármála hugbúnaði en svona þau litast svolítið að því að við erum að reyna að ná þessum skala, þessu breakthrough í þessu seinna skrefi. Og það var mikil reynsla og mjög áhugaverð svona, voru ekki 7-8 ár og við vorum tvisvar svona næstum búin að sigra heiminn Fyrst var það 2015, þá erum við nýbúin að semja við Santander sem eitt stærsti banki í Evrópu og stór í mörgum löndum. Þeir voru búin að kaupa hugbúnaðinn okkar til að nota í netbankanum, svona Meninga hugbúnaðinn, en svo voru þeir líka búin að semja við okkur að fara í svona bara samstarf að rúlla út auglýsingum í öllum sínum löndum eiginlega og nota þann hugbúnað, auglýsingakerfið hugbúnaðinn og stóra pælingin þar var ekki bara vinna með einum banka heldur, við vorum að reyna að búa til samstarfsvettfang fyrir alla banka hvers lands, þannig að því að ef þú ert auglýsandi og þú getur bara auglýst hjá viðskiptavinum Íslandsbanka, það ekki eins verðmætt eins og ef þú getur auglýst hjá viðskiptavinum allra. Í rauninni það sé sama púli, þannig að við ætluðum að vera svona taka gögn frá öllum bönkunum og svona búa til hugbúnað kerfi sem að myndi síðan velja þessar svona gera fólki tilboð inn í netbanka hvers og eins. Þannig að allir græddu og þannig að neytendurnir eru mjög glaðir og fengju bara nýttu peningana sína betur og markaðsdollara fyrirtækjana fær ekki bara í auglýsingar heldur í beina afslætti til að keppa þín viðskipti. Þetta var svona sýnin. Og bara nýtt business model fyrir banka. Þeir gætu fengið stóra nýja tekjustrauma út frá gögnum en ekki og það var þessi sýn að bankar þurfa að upplifa sig meir en banka. Og það var það erfið í þessu. Við vorum ofta að tala við stjórnir og framkvæmdastjórnir stærstu banki í Evrópu og bara, við erum banki, við erum ekki auglýsinga, hvað er það að tala um? En svona, það bara, ég meina, þú ert eitt af bankarnir þeir eru eitt af 5-10 appum sem fólk notar og opnar. Já. Þeir bara þarf að stunda sín bankaviðskipti. Þeir bara glata tækifæri að inn í færslulistanu þínum að vera ekki að sína hei, viltu spara hér, viltu gera þetta á samt einhvern mjög jákvæðan hátt og allt hátt sem að neytendur þurfa að samþykja og persónuvernd þarf auðvitað að vera mjög góð og allt þetta, sko. En já, Santander var til í þetta, en svo voru búin að vinna þessi 2 ár, en þá gaurinn í framkvæmdastjórninni hjá þeim sem að var svona að drífa þetta áfram hjá þeim, myndi pínu á dímon, hann var undir í einhverju pólitík og var rekinn að láta hann fara eitt út svona þegar við vorum stutt frá því að vorum eiginlega búin að skrifa undir samningin en svona, en þegar hann fór þá var einhvern veginn ekki kraftur í þessu í bankanum lengur til að gera verkefnið og það var breyting og það var gríðalegt áfall. Við vorum líka búin að tryggja okkur stóra fjármögnun frá leiðandi fjárfestum í Evrópu á sama tíma sem að síðan bara á síðustu sentimetrunum eiginlega fjallum sjálft sig út af þessu. Já, dróða tilbaka. Já,
dróða tilbaka, en það var mikið áfall og þá þurftum við að sækja pening í ákveðinni nauðvörn sem að þá þynnti svolítið út eignarhlutinn og en fjárfestar sem voru fyrir studdu okkur áfram og náðum alveg við opnum okkar og héldum áfram með þetta verkefni og svo vorum við aftur mjög nálægt þessu 2019-20 þá sömdum við Swedbank, stærsta banka Svíþjóðar að þeir voru líka fyrst viðskiptavinir á heimilisfjármálahugbúnaðinum og eru enn og þeir voru hluthafar í Menninga, við vorum líka farin að sækja hlutafé til banka og þeir voru til í að líka keyptu þess að sýna okkar að búa til svona sérsniðin tilboð og afslætti inn í netbankana og að það væri skynsamlega að gera það með öðrum bönkum. Þannig að við fórum í það að við keyptum sænskt fyrirtæki sem heitir RAP sem átti mjög áhuga að vera sögu sem að vorum að sinna svona svipuðu verkefni fyrir Nordea. En þeir voru líka búin að komast að þessi niðurstöðu. Við getum ekki náð hagnaði eða skala bara með Nordea sem kannski svipað eins og bara Íslandsbanki Arion hér eru kannski með 20-30% markaðum en ekki allan markaðum. Við vorum með Swedbank en þeir voru búin að velja okkur. Þeir eru stærstir kannski með 30% sænska markaðum þannig að við ákvaðum, við kaupum ykkur og bæði Nordea og Swedbank samþyktu það og studdu það, framkvæmdastjórnin beggja banka, ok, frábært, þið kaupið þá og þá getum við gert þetta saman. Þá erum við allavega getum við verið með svona 50% plus markaðshlutdeild í Svíþjóð og ætlum að bjóða hinum bönkunum að koma líka inn, þannig að við vorum bjartsýn á ef þessi tveir bankar færu á stað, þá myndum við ná öðrum bönkum í Svíþjóð og svo Norðurlöndunum og þarna vorum við líka, þannig að það var stóra sýnin þarna, en svo kemur COVID og þá tefst allt rosa mikið og svona, en á endanum fer Nordea í lofti með lausnina, en Swedbank, ég man ennþá eftir þessu símtali, það var einhver tíman byrjun árs 21 held ég, þá eru verkefnin búið að tæfast meir en ár, að þá bara við getum þetta ekki, við verðum að forgansa öðru bara sem COVID sett í gang og það er ennþá bara þannig að þeir eiginlega kúpluðu sig út úr þessu og þetta var gríðarlega svekkjandi því þeir voru búin að fjárfesta í Menninga sem út af þessu verkefni, þeir voru búin að styðja þessa yfirtöku og voru svona bara með okkur í liði í þessu, en svo einhvern veginn eins og gerist í svona risastórum fyrirtækjum, aftur einhver svona pólitík og það var engin einhver vondurkall þarna á mót okkur, þetta var bara einhvern veginn svona stór þunglammaleg stofnun með alls konar skrýtna hagsmuni sem að við vorum með hera fólki sem stutt okkur en svo eru kannski aðrir með aðra hagsmuni einhvern veginn, þeir náðu ekki að láta þetta gerast og þá svona það var líka gríðalegt áfall og þarna vorum við búin að vera að reyna að koma þessu í svona einhver hagnað og fjárfesta gríðal í þessu og Menninga sótt einhverja 50 milljón evrur í hlutafé á meðan ég var forstjóri og sem mikill peningur og langstærsti hluti af því fór í þetta verkefni. Já, koma skrefið 2 í lofti. Já, skrefið 2, því að hinn hlutin, hann hefur alltaf verið í hagnaði. Já. Þannig að, en þetta, og allir gerðu það með opin augun og við vorum held ég gríðarlega nálægt þessu, en þarna, eftir að þetta klikkaði aftur, og þarna vorum við aftur búin að eða 2-3 árum í þetta, þá var eiginlega bara niðurstaða hluthafanna og okkar sem vorum í forsvari að bara svona við erum búin að gera mjög heiðarlega tilraun, við vorum mjög nálægt í en við ætlum að við reynum ekki lengur stundum held ég þetta reyna of lengi, það er enda frumkvöðlastarfsemi, þú verður alltaf að reyna held ég mun lengur en flestir halda en það er líka eitthvað til sem heitir að reyna of lengi. Þannig að ég held að það hefur bara verið rétt ákvörðun og hún var tekin í bara samráði hluthafa og fjárfesta og þannig að þá var Menninga svona ákvað bara fókus aftur á kjarnastarfsemina og svona fljótlega upp úr þessu þá komst ég líka þeirri niðurstöðu átti samtal við hluthafana og mestoflöndum mína að þarna ég svona vildi nýjan kafla í lífinu og var ennþá reyndar naut þess mjög mikið, þessi ár hjá Menninga voru alveg gríðalegt ævintýri, ég fekk að sjá heiminn og byggja upp fyrirtæki á eigin hugmynd sem og fekk mikið traust frá fjárfestum og öðrum, þetta var eitthvað sem ég bara sé ekki eftir einni sekundu og gekk rosa vel stóra hluta tímanum og þetta var mikill
skóli og bara mjög þakklátur og stoltur af þessu. Við hugbúnaðar Meniga snerti 100 milljón manns af netbankanotendum sem voru að nota einhvern sem að Meniga bjó til og þannig að við höfðum áhrif á heimilisfjármál mjög margra. Við reyndum að búa til risafyrirtæki og nálægt því en byggum samt til fyrirtæki sem var miklum árangur á íslenska mælikvarða. Vorum yfir 200 starfsmenn þegar mest var, ég held að séu svona 60-70 dag og nú Menig í hagnaði og gengur vel í svona kjarnastarfseminni og bara spennandi tímar en svona seinni árin líka þá upplifði ég kannski að of mikil hluta mínum tíma væri að fara í svona people issues eða einhverju svona sem að ég held ég ágætur í en kannski brenn ekki fyrir. Nei. Og eins líka halda saman hluthafunum því fleiri fjárfesta og hluthafa því flóknara að halda öllum saman og það var nú ein af leksjónum frá Dímon að passa það rosalega vel að hluthafarnir séu þarna sömu blaðsíðu og passa allir séu sáttir og svona. Já. Og þá kom svo reynsla rosalega vel, til dæmis við stofnendur unnum saman allir 3 í 11 ár. Það bara, held ég, lengri tími, það er mjög langur tími. Það er mjög erfið, reynir ofta svona sambönd með stofnenda og það reyndi svona lág hjá okkur en við gerðum alls konar hluti sem að held ég hjálpuði eins og við skrifuðum niður, við gerum hluthafasamkomulag áður en við fengum fjárfesta bara hvað er verið að gera þetta, hvað gerist ef einhver hættir óvænt eða eitthvað kemur upp á, þannig við gerðum samkomulag og við vorum sammála hvert við værum að stefna og bara vönduðum okkur við það því að ég hefði ekki gert það í Dímon og það allir alls konar vandræðum. Svo þegar hluthafarnir komu þá líka fór mikil vinna í að halda þeim saman og mér fannst það gaman og var líka held ég ágætur í því og hluthafar en svona á endanum fannst mér kannski ég saknaði þessa fyrri árana það sem maður fekk að vera nær vörunni og sköpunin í vörunni alltaf litið á mig sem svona product CEO, einhver sem brenn fyrir lausnina sem ég að reyna að gera með fyrirtækinu. Þannig að þetta svona niðurstaðan þarna var að stíga niður og sem að var svo úr lóksumars 22. Já. Og það gerðist mjög hratt. Ég ákvað að það var hvorki hollt fyrir mig í fyrirtækið að ég var eitthvað lengi á leiðin út. Þannig að ég tók örfáa vikur í að kynna nýjan forstjóra sem var áður sölustjóri, breskur maður sem að tók við og var nú bara í 1 ár, svo kom annar sem að er núna búin að vera í 2 ár, sem heitir Rats, en Simon sem tók við að mér, ég tók einhverja 2-3 vikur bara í að kynna hann fyrir okkar helstu viðskiptavinum og viðskiptasamböndum og svo bara var ég farinn og hvað að setjast ekki stjórn eða neitt, sko, og svona gerði mér farum að hætta bara skrá mig úr öllum tölvupóstum og svona bara kippa mér úr sambandi svolítið og fara bara koma hlaupandi inn í eitthvað allt annað tímabil. Þetta er líka frumkvöðlastarf sem er mjög lýjandi og 13 ári er mjög langur tími, þetta er eins og búin að hlaupa marathon, þú ert svolítið þreyttur og þetta er mikil tilfinningarlegur rússibanni og þó að við höfum örugglega mun fleiri orustur en við töpuðum þá er þetta alltaf, þetta er tekur á og fær mikið út úr þessu en þetta líka tekur á þannig að ég mæli með þessu og maður verður pínu háður þessu eins og sagði þetta árum við byrjuðum vittalið að þetta er svolítið eins og að keyra sjúkrabíl maður svona verður háður einhverjum tilfinningarlegum sveiflum en sem er kannski ekki ölluleiti alveg hollt en samt ég held að sé miklu meira skemmtilegt og jákvætt við það er mjög lifandi að vera í frumkvöðlastarfsemi en þetta er erfitt þannig að það eru margar mjög góðar ástæður til að fara í frumkvöðlastarfsemi en ekki þú að þú getur slakað á eða þetta sé auðvelt. Það er ekki eina. Þetta er rússibanni. Já, þetta er algjör rússibanni. En þetta var ég er kannski stoltastur af líka bara kúltúrnum. Það var alveg ótrúlega góð stemning og kúltúr hjá Meniga og það eru bara 100 manna sem hafa starfað þarna sem að ennþá halda svolítið saman. Það er alveg heilt network af fólki sem hefur einhvern tímann starfað hjá Meniga sem er með Facebook-hóp og bara mjög mikil stemning og fjölmörg startup líka sem hafa komið út úr einhverjum sem kannski stoppuðu hjá Meniga og hann er mikil stolt með það og þetta er mjög stóran sess í manns hjarta. Var það ekki aftur á saman Meniga eins og Dímona því þannig voruð með gífurlega hæfileika ríkt fólk á sínu sviði? Jú, algjörlega og það var, við náðum
Ísland var góður staður bæði þarna til að byrja því að við gátum fengið tilraunamarkað en líka bara við vorum alltaf Meniga var með það mjög sterka ímynd og held ég alveg verðskuldað á Íslandi sem mjög eftirsóknarverður vinnustaður. Já. Þannig að okkur gekk alltaf mjög vel að laða að okkur hæfileikríkt fólk. Þannig já, bara það var alveg einvala lið þarna. En við samt byggðum þetta aðeins upp öðruvísi. Það var tækni hliðin var svona hugbúnaðargerðin var mest á Íslandi, svo reynda var hún svona hluta á Íslandi og hluta í Pólandi þar sem hún stærst núna. En svona sölu- og markaðshliðin, ég reyndi ekki einu svona byggja hérna upp á Íslandi. Það var svona líka hluta reynslunni í Dímon og Mönnum og Músum. Það miklu, ef þú ert að reyna að selja á alþjóðamarkaði, þá skilvirkara að byggja upp sölu- og markaðsstarfsemina nær stóru mörkuðum. Þannig að við byrjuðum í Svíþjóð og farum það svo til London í Meniga og það var, en hugbúnaðargerðin og svona bara, við vorum alveg, bara vinsælt og fyrirtæki með mikla velvild bara þjóðarinnar á Íslandi. Það var mjög jákvætt, mikill samfélagslegu stuðningur og fullt af frábæru starfsfólki. Já, einmitt. Þú hættir hana 22, hvað það svo sem að tekur við, ertu ennþá hluthafi í Meniga? Já, ég ennþá hluthafi, ég og stuðningsmaður og og núna, einmitt, að Mara bara hætta núna, held ég, síðasti daginn í dag, ef mann rétt hjá Ásgeiri meðstofnanda mínum, í dag 28. febrúar. Já. Þannig að það ákveðin þáttaskil, þá erum við allir 3 stofnendur hættir. Við erum ennþá hluthafar og þannig að ég hef ekki ennþá fengið pening sem hluthafi út úr Meniga, vonandi kemur það í framtíðinni, ég hef mikla trú á núverandi stjórnendum og gaman að fylgjast með því svona. Þannig já, bara það þannig. Já, en nú ertu komin á fullt í næsta ævintýri. Já. Sem að tók það bara fljótlega við eftir og hættir hann hjá Meniga? Nei, ekki strax sko. Ég var búin að ráðleggja fólki mjög lengi að ef þið fáið tækifæri og eru þið busy í starfi og svona, ekki hlaupa strax í eitthvað annað. Taki bara nokkra mánuði í svona eitthvað, sabbatical eða bara svona pústið eins og milli að svona sinna eitthvað öðru. Já. Og einhvern veginn, ég var búin að býta í mig, ég yrði að gera þetta. Ég hef séð mjög marga frumkvöla þegar exitað hætti fyrirtækjum sínum, hvort sem þeir fá fullt af peningum að þeir selja fyrirtækið eða ekki. Það myndast oft rosalega tómarum og margir verða mjög eirðarlausir mjög fljótt og hlaupi eitthvað annað sem að stundum virkar en oftar það byggt á því sem ég svona séð í kringum mig, þá oftar það kannski svolítið frumhlaup og menn fara út í eitthvað kannski bara því þeir sakna aksjónsins sem þeir ekki kannski búin að hugsa til enda. Þannig að ég var ákveðin ég ætla að venjast hægari lífstíl. Ég held að það sé bara holdt, ég var mjög eftir hérna eitthvað jet-setting, forstjóralífi að reyna að sigra heiminn og samfara einhverja bankastjórnir út allan heim, að aðeins að róa mig niður og fari ég bara aðeins hægari lífstíl og þannig ég ákvað bara, ég ætla í svona mini retirement og þó ég ekki fengið neitt pening út úr þessum fyrirtækjum, þá hef ég eitt af því að vera svona heimilisfjálfan og nörd sem það sem svona leiddi mig svolítið að Meniga og þetta en maður mjög áhugasamur á sviðinu, það líka hjálpa manni að halda ástríðu lengi í þessu. En ég hef alltaf verið svona reynd að leggja fyrir bara af launum og fjárfesta og svona, þannig að ég og kona mín verið mjög samstíga í því og þannig að við eigum alveg ágætis sparnað, þannig að það var ekkit svona engin sterk fjárhagsleg pressa, ólíkt því kannski svona því ég kom úr náminu 2008, en núna átti ég sparnað og þurfti ekkit að hlaupa í einhverja vinnu strax. Þannig að ég ákvaða bara, við skulum ég ætla að taka bara að minnstu kosti 6-12 mánuði í bara eitthvað svona mini retirement. Þannig að ég fór bara í það og reynda bara slökk á tölvupóstunum eiginlega alveg. Fekk kannski 5 á dag eða eitthvað og bara skoða en ekki einu svona hverjum degi sem var mikil breyting fyrir að fá kannski mörg 100 á dag. Og ætlaði samt að gera rosalega mikið. Á svona, ég sá fyrir mér að nú get ég gert allt það sem ég hef ekki gert áður, bara lært ítölsku sem að ég verið svona dunda mig við en svona gengi hægt, ætlaði komið í svakalegt form, hitta vini og fjölskyldu, ferðast, gera rosalega mikið og svona
en líka slappa af og vera í hægari lífstíl og þetta var kannski ekki alveg svona allt saman raunhæft en samt, ég ferðaðist slatta, ég og kona mín fórum saman og fjölskylda tókum börnin með í 2 svona ævintýraferðir, aðra til Egyptalands og hina til Afríku, Austur-Afríku, vorum í nokkra vikur og heimsækja vin okkar og svo var ég mjög duglegur í ræktinni, ég komst líklega í besta form sem ég verið í þó nokkuð mörg ár, kannski síðan ég æði fótbolt í gamla daga. Já. Og svo tók ég framfæri í tölskunni og fór á einhvern námskeið og ég hitti miklu fleira fólk og fór í fleiri lönsa og vann í hugmyndum og var eitthvað líka með það í maganum sem ég lengi haft að skrifa skáldsögu og fór svona að reyna pæli því að það svona gekk samt ekkert voðalega vel með allt hitt að svona ég komst að því að þó maður sé ekki að vinna þá eru samt bara 24 tímar í sólarhringnum og ég með ung börn og þannig að það var nóg að gera. En svona niðurstaðan samt eftir eitthvað hálft ár var að ég var komin í rólegra tempó. Ég var að gera alveg sumt af þessu sem ég hefði séð fyrir mér. Og þetta bara, mér leið vel, það komu dagar samt. Ég fann eirðarleysið sem ég held að mjög margir finni sem hafa verið í þessu. Það komu kannski svona einu sinni í viku og komu dagar sem að ég svona, heyrðu, ég verið að fara að gera eitthvað, hvað svona, stofna nýtt fyrirtæki eða eitthvað, en flesta daga gæti ég bara, nei, hætti þessu, þú ert nú bara slaka á, þú ert bara ákveða það, bara gerðu það og svona oftast tókst það bara vel og en svo komst ég að því eftir kannski, sumarið eftir að svona, mér langaði aftur í frumkvöðlastarfsemi. Ég fór líka í nokkra stjórnir, ég var að mentora startup í KLAK mentoring-prógraminu og var ég svona tók að mér svona smærri verkefni sem að mér fannst góð, mér fannst gaman að vera í stjórnum að fannst ekki að svona hjálpað með mína reynslu mjög mikið en samt komst ég að því að ég fæ ekki eins mikið út úr því að vera sjálfur í hringiðinni. Já. Þannig að, og þetta var held ég, þetta var mjög svona hollt að gera þetta svona en niðurstaðan var, mér langar aftur í frumkvöðlastarfsemi. Að stofna nýtt fyrirtæki eða fara í eitthvað fyrirtæki sem svona stutt á veg komið og sem ég líst vel á. Þannig að svona frá og með haustinu 23 þá fór ég svona skoða alvarlega bæði tala við fyrirtæki sem ég var þá íhuga að ganga til liðsvið en líka með nokkra viðskiptahugmyndir sem að ég var svona þróa áfram og fara í svona rannsóknarvinnu við að sjá þetta góð hugmynd og svona skoða hvað til og ræða við fólkum og svona. Þannig að það var það var ég að gera nokkra mánuði svo og eina af þessum hugmyndum var nú sumar voru kannski langt frá meninga á fjármálum en ég brenn fyrir fjármál og eina af þessum hugmyndum var svona að hjálpa fólki að spara og fjárfesta betur. Það svona verið eitt af því sem að ég hef haft mikinn áhuga á og ég fjárfest sjálfur bæði í íbúðum og hlutabréfum og eins og þetta up-down fyrirtæki og hefur bara brennandi áhuga á þessu. Og sé líka bara að fólk getur bætt lífsgæðin sín svo mikið ef það á sparna eins og þegar ég hætti meninga að þurfa ekki að fara að vinna strax, geta bara tekið mér smá tíma, það var mjög verðmætt og eiga svona ákveðið svona fjárhagslegt frelsi eins og ég kalla það þegar sparnaðu gefur manni sem að það eiga frelsi í 1 mánuð eða 3 eða 12 eða alla ævi en svona þetta kemur í einhvern skrefum og þannig að þannig að ég var með eina hugmynd og sá svona líka bara heimurinn að eldast mjög hratt, heimurinn að vera ríkari mjög hratt, þannig að bara fólksparnaður mjög vaxandi og svo sé ég að þessi heimur mjög svona gamaldags, það svona flestir og ótrúlega margt venjulegt fólk ekki kannski að spara eða fjárfesta eins og svona fjármálaráðgjafar flestir myndu ráðleggja. Og skiljanlega en svona bara og flestum finnst þetta bara flókin og óaðgengilegur heimur. Sumir eru bara með allt sitt inn á sparnaðarreikningum sem bara mjög öruggt og fyrirsjáanlegt en hins vegar bara og fínt fyrir skammtíma pening eða pening sem þú mátt ekki tapa krónu þú ert að geyma fyrir einhvern annan eða eitthvað en fyrir langtíma sparnað, fjárfestingar þá meikar það engan sens því að það ávöxtunin bara kannski valla heldur yfir verðbólgu hvað þá eftir fjármagnstekjuskatt. Þannig að þú ert í rauninni bara og geymir peningana inn á sparnaðarreikningi þá ertu bara haldið yfir verðbólgu. Það halda verðgildir en gerir ekkert meira.
Svo eru til þeir sem eru bara í einhverju allt og miklu bara hálfgerðu gambli að kaupa krypto og gambla með Icelandair og Play og mjög riski hegðun sem kannski getur verið svona sumir eru kannski að því út af adrenalíninu og sveiflunum en það ekki endilega holl svona fjármála hegðun. Ungi strákar kannski mest sem að sumir græða en mjög margir fara að gráta þegar þeir tapa sko, af því að sveiflurnar eru þannig. Þannig að svona þessi millihegðun sem að flesti fjármálaráðgjafar að mæla með sem að kauft í svona freka boring vísitölusjóðum með lágan kostnað, bara dreifðu peningorunum í einhvern svona vel dreift alþjóðlegt eignasafn. Hún bara ekkert svo algeng, þessi hegðun. Þetta bara svona sem lífeyrissjóðir gera, bara geyma peningana út allan heim og svona einhvern einhvern svona freka boring hátt, en samt, ef þú horfir til 20 ára eða eitthvað slíkt, þá ertu að fá kannski 5-6-7% raunávöxtun með við eiginlega 0% hjá sparnareikningum, þá ertu komið með 6 peningin, þannig að fyrir einhvern sem byrjar að þessu 30-40 versus og svo nálgast eftirlaun 60-70, bara sá sem hegðaði þessi svona versus sá sem geymdi allt á sparnareikningi eða gamblaði öllu og tapaði, bara heiminn og haf. Þannig að nýja hugmyndin var svolítið að hjálpa fólki að leysa þetta vandamál, hjálpa fleirum að spara svona rétt innan gæsalappa. Það sem að, auðvitað ekki rétt í þessu, en svona hjálpa fólki að skilja, svona gera auðveldara að svona rata í þessum frumskói fjárfestinga. Því ég held að mjög margir upplifi og ég hef unnið sem fjármálráðgjafi og það áhugamál hjá mér, ég að kenna fjármál í opna háskólanum fyrir fólk sem svona þriðja æviskeiði og þannig ég á mikið af samtölum og ég upplifi bara marga mjög sem upplifi þetta bara flókin heim og svo það sem í boði sjóðir og hlutabrif, mjög margir treysta sér ekki til að kaupa þessu sjálfur, mikið af þeim sjóðum sem í boði eru bara með allt og há gjöld, það til eitthvað sem heitir einkabankaþjónusta, bankarnir hjálpa þér sjáum þetta fyrir þig en þú kemst ekkert inn í það nefn og 100 milljónir í flestum tilfellum eða meira í fjárfæstalegum eignum sem kannski bara 1% af fólki. Plús það kostar þig oftast 2% sem allt og hátt. Það þarf ekki að borga svona mikið fyrir skynsamlega fjárfestingar. Þannig að þetta, svona ég var með að viðskiptahugmynd þarna og hitti þarna aftur Tómas sem að ég hefði hitt á 2 fundum 2008 þegar ég var alltaf að fara í hennan vogunarsjóð. Og hann var með svipaða hugmynd og var byrjaður að vinna í hugmynd sem að snerist svona wealth tech eða svona hugbúnað sem hjálpa fólki að spara og fjárfesta. Þannig að við vorum bara sammála hvert þessi bransi var að stefna og þessi tækifæri. Þannig að áttum bara mjög marga hittumst oft rétt fyrir jólin 23 og ákvaðum bara milli jól og nýjárs að keyra á þetta saman. Þannig að Specia, sem að nafn sem við völdum nokkrum mánuðum setna, var til. Sem það sem ég að eyða öllum mínum tíma í núna, sem nýtt fjártækni fyrirtæki. Byrjun árs 24, við erum búin að vera núna rúmt ár í þessu og byrjuðum 2 en svo fljótt svona settum við saman teymi sem að var svona fullbúið síðasta vor, svona fyrsta stofnenda teymi sem að eru ég og Tommi og svo Bergur Ebbi uppistandari og listamaður og framtíðar fræðingur, hann í sölu- og markaðsmálunum hjá okkur og svo erum við með Peter Short sem tæknistjóri, hann sér alla svona bakenda hugbúnaðargerð, svona írskur strákur sem að búið í Íslandi í 20 ár, var lengi á Landsbankanum, var líka hjá Menica og bara gullamanni sem að mjög gaman að vinna með og svo Tinna Karen sem býr í Svíþjóð sem að var líka lengi að vinna fyrir Menica og ég þekki vel og veit hvað hún vinnur á við 3 og mjög gríðarlega öflug, þannig að svona pínu hluti af gamla genginu og bara svona lítill hópur sem búin að vera að vinna því að þróa lausn og sækjum leyfi hjá fjármálaeftirlitinu. Og við erum ekki deila að byrja að tala þetta, ég held þetta sé bara í fyrsta skipti opinberlega að ég nefni þetta fyrirtæki, að því að við svona ákvaðum snemma að láta svolítið verkin tala og vildum líka koma svolítið langt, við erum ekki með fjárfesta, við erum öll bara að vinna í þessu fyrir svona, takmörku laun, leggja það að mörkum, að kannski hafa eins lægri laun, svona eins og gengur, og svo hef ég lagt smá peningi í þetta sjálfur og Tommi og við höfum fengið styrki frá Rannís og svona, en við höfum
erum langt komin með að þróa vöru á þessu sviði og getum ekki sagt svona smáatriðum frá því hvað við erum að gera, en þetta mjög spennandi, það komið ný tækni, gervigreindartækni sem að hægt að nota, en þetta snýst að reyna að hjálpa fólki að spara og fjárfesta á mjög aðgengilegan, einfaldan hátt og ódýran hátt. Þannig að sé svona og vera einhvers konar svona rafrænn ráðgjafi, pínu eins og svona þessar old school eignastýringar eða fjármálaráðgjafar reyna að gera, en við svona viljum líka reyna sko, það sem að svona eitt sem ég hef tekið eftir sem fjármálaráðgjafi, ég held að flesti fjármálaráðgjafa taki undir að fjármálaráðgjafin einfald til hlutin. Þú tala við einhvern og heyrir hvaðan á mikið peningum og tekjur og gjöld og eignir og skuldir og hvert hann vill stefna og hvað hann að spá, viltu hætta að vinna, hversu gamall og eitthvað. Þú reynir að safna einhvern svona upplýsingum og svo getur þú ráðlagt eitthvað, já, fjárfestu hérna í svona, viltu taka aðeins meira áhættu, þá gerur svona og eitthvað. Þetta auðvelt. Já. Svona þannig séð. Það sem flókið mannlegi þátturinn. Af því að mjög margir kannski, fólk líður ekkit frábælega með þetta, sumir sofa illa á nóttunni ef fjárfestingarnar eitthvað að sveiflast, ég að gera rétt, margir fara á taugum þegar markaðirnir lækka sem þeir gera alltaf, þeir sveiflast rosa mikið ef þú ert ekki á sparnareikningum, það eina ástæða til að vera á sparnareikningum að þú þolir ekki sveiflurnar. Já. Ef þú hins vegar skilur að hlutabréf og svona fjármálamarkaðir sveiflast og það mjög óþægilegt þegar þeir lækka, en þú færð, og það allavega haldið í 100 ár, þú færð miklu betri ávöxtun til lengri tíma og ef þú bara veist þetta, þá getur þú svona kannski ekki að kíkja á þetta hverjum degi, þá bara alla líkur á að þetta virki. Þannig að, en það þessi mannlegi þáttur sem stóra máli fyrir þá sem ekki kannski menntað fjármálafólk, sem eru flestir auðvitað. Þannig að við erum að reyna að leggja gríðarlega áherslu á þessa svona sálfræði peningana og það bók sem kom út sem heitir Psychology of Money, sem ég vil meina sé nú bara einn besta bók fjármál þessari öld, sem að skrifa Bandaríkjamann Morgan Housel, metsölubók í mörgum löndum, sem að fjalla bara þetta og það ekkert flókið í þessu, þetta bara svona mannlegt eðli og fjármál og alls konar skemmtilega sögur það. Og svona þegar maður lesa þessa bók og þá svona líka skilur maður ennþá betur hvað þetta mannleg, svona og þetta eitt af því sem að heilla mig við peninga og ástæðan fyrir ég hef áhuga á þessu, hvað mannleg hegðun svo fjölbreytt og þegar kemur að peningum hún mjög svona, þetta tengt okkar sjálfsmynd og alls konar og maður heldur kannski allir séu svipaður maður sjálfur þegar kemur að hvernig við hugsa peninga, en það alls ekki þannig, bara flóran mjög fjölbreytt og því meira sem ég tala við fólk peninga og fjármál þá sé ég bara hversu fjölbreytt hegðun og hvernig fólk lítur mismunandi á þetta og svona, þannig að það engin galinn í sinni fjármálahegðun, menn bara mótast af mismunandi hlutum, til dæmis fullt af fólki sem ég kenni tapaði öllum hlutabréfum sínum í hruninu og segi bara ég ætla aldrei að kaupa hlutabréfum aftur. Og þetta bara fullkomlega mannlegt og skiljanlegt og þetta það gerist líka í kreppunni miklu Bandaríkjunum 30 eitthvað, töpuðu mjög margir öllum hlutabréfum sínum og keyptu aldrei hlutabréfa sem eftir var ævinar. Hefði það verið skynsamlegt eftir hrun að kaupa áfram í hlutabréfum? Já, það búið að vera frábæra ávöxtun síðustu 15 ár og svona auðvitað kannski, þetta var öfgadæmi á Íslandi, en þetta svo fullkomlega eðlilegt. Ef þú lendir í einhverju svona, þá mótastu af því. Þannig að við erum svona að reyna þannig að, en þarna getur góðu fjármálaráðgjafi kannski útskýrt betur fyrir þig að þú ætti nú kannski væri góð hugmynd úr með langtíma sparnað að geyma allavega hluta til hlutabréfum til þess að reyna að fá þess betri ávöxtun Þannig að við erum að reyna að búa til hugbúnað og svona einhvern svona rafræna ráðgjafa sem verður að hluta til manneskja, við ætlum sjálfa að vera líka veita fólki ráðgjöf, sem að hjálpa fólki að taka góðar ákvarðanir þegar kemur að þessu, en reyna að baka þetta inn í tæknina líka. Já, nýta ykkur með gervigreind, með nýjustu tækni, þar sem eru komin mjög mikil svona reyna að verða gervigreindar fjármálaráðgjafi, en samt verðum við líka með mannlegan þátt til að byrja með, allavega. Þannig að svona, til að svona, að því okkar huga vandamálið ekki á fjármálahliðinni, heldur á svona, það mannlega hliðin, þar sem að það ástæðan fyrir því að tiltölulega lágt hlutfall fólks að geyma sparnaðinn sinni að fjárfesta eins og flesti fjármálaráðgjafar leggja til. Já. Og þetta mjög spennandi og mjög vaxandi markaður og bara ef maður árangri þarna þá engin spurning að þetta á eftir að vera risastór
og stór business í dag. Þetta eitt hraðast vaxandi bara business í bankastarfsemi í heiminum svona einkabankaþjónusta og hjálpa fólki að spara og fjárfesta. Þannig að gera það vel, gera það á mannamáli, gera það þannig að fólki bara skilji það og fræðist á því og líði vel með og bæti sínu fjárhagslega heilsu. Það okkar stóra vandamál sem við erum að takla. Þetta alþjóðlegt vandamál en við ætlum að byrja á Íslandi. Já. Og svolítið eins og við Menika, reyna að nota Ísland sem kannski svona sandkassa eða tilraunastofu sem við prófum hluti. Það reyndist mjög vel í tilfelli Menika og var mjög verðmætt. Við höfum ekki getað selt þá vöru erlendis nema við hefðum svona prófaðan og fengið ákveðin svona gæðastimpil hér fyrst og Ísland líka áhugavert að kemur á svona sparnað og fjárfestingum að Ísland mjög framalega í fjártækni að flestu leyti, netbankarnir og margt mjög framalega greiðslumiðlun. En þegar kemur að fjárfestingum þá eins og Ísland sé bara 25 árum á eftir löndunum í kringum okkur. Það bara valla hægt, það ekkert hægt að treyta eil út fyrir Ísland nefnum og sækir einhver erlendu upp sem auðvitað sumir gera. Já. En mjög margir finnst það stórt skref og erfitt. Þá ertu líka með gjaldeyrisáhættu sem sumir vilja ekki. Það bara, það að kaupa einstök hlutabréf svona 10 sinnum dýrara hér, bara gjaldið kostar mörg þúsund krónur hvert treyt, meðan að Bandaríkjunum eða þó þessi ekki nema bara Danmörku sem ekki með miklu meiri stærra hagkvæmni, þar kostar það bara 10 sinnum minna. Sjóðir, meðalgjöld í sjóðum bara margföld á við það sem gengur og gerist í kringum okkur. Þannig að, og þetta þarf ekki að vera svona, því að þetta alþjóðlegir fjármálamarkaðir og þannig að það mikið tækifæri til að hjálpa Íslendingum að spara og gera það betur. Já. Og ódýrar. Einmitt. Hvenær fer þessi vara þjónusta í lofti? Sko stefnan að fara í loftið seint á þessu ári. Þannig að við erum langt komin með að þróa svona fyrstu útgáfuna sem auðvitað verður einföld í eðli sínu en mikil áhersla bara á svona einfaldleika og segja hlutin á mannamáli. Svo erum við líka að bíða eftir leyfi frá fjármálaeftirlitinu. Við erum ákveðna þætti í starfseminni sem við búist við að fá fljótlega. Við sendum svo frá síðasta ári og það langt komið. Þannig að það stefnan seint á þessu ári. Þannig að svona, og við ætlum aðeins að fara að segja frá þessu núna. Við höfum ekkert sagt frá þessu en við förum að kynna okkur svona í skrefum núna bara held ég frá og með næstu viku. Jafnvel þegar þessi þáttu fer í lofti þá farið á specia.is þá hægt og rólega að kynna þetta. Getið aðeins svona sé hverjir standa baki þessu og hvað við erum að spá. En við munum ekki segja frá því nákvæmlega hvað við erum að gera fyrir en svona nær dregur því að við förum í loftið. Já, við erum smá leynd yfir þessu. Smá svona stealth yfir hluta að þessu. En hvernig hafa verið eins og að fara í gegnum þessi leyfismál? Já, það auðvitað fyrir ákveðna hluti í fjármálastarfsemi, þá auðvitað bara þetta mjög svona reguleraður innaður en við nú ekki að fara að sækja bankaleyfi eins og vinir mínir í Indó gerðu sem var nú ótrúlegt afrek að ná að gera, það tók nú heldur líka 3-4 ár. Já. Við erum að sækja einfaldari leyfi sem svona kannski tekur 69 mánuði. Já. En samt, það bara fyrir nýtt fyrirtæki, það kostar peninga og alls konar svona compliance mál sem þú þarft að vera með á hreinu og þarft að vera með og fjárfesta í og fylla alls konar hlutverk af fólki og sem að þurfa uppfylla alls konar skilyrði. Þannig að þetta svona hærri þröskuldur fyrir sprotafyrirtæki að fara yfir. Þannig að það kostar meira, bæði peningum og svona rekstra kostnaði. En svona í stóra samhenginu þá samt upplifum við bara jákvæðni frá fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum í þessu. Já. Og þetta eins og ég segi, þetta ekki þess eðlis að þetta sé kannski, það var fór mikil tími í þetta fyrra og þá settum við umsóknina og svo erum við svona aðeins erum við búin að fá endurgjöf og þurfum að bæta nokkra hluti en svona þetta langt komið, þannig að það gerir okkur erfiðara fyrir og móti kannski erfiðara fyrir ný fyrirtæki að þetta kannski svona líka ákveðin barrier to entry fyrir aðra. Já. En við svona kusum að gera þetta því að við viljum ekki bara vera rafrætt ráðgjafi sem virkar með hverju sem heldur líka kannski að vera með ákveðna fjármála vörur samhliða sem að þá getum við þá ráðlagt fólki með. Já, munið sækja fjármagn fyrir þetta verkefni? Já,
við höfum fengið styrki og sett svolítið þó nokkuð fjármagn í þetta bara teymi sem stendur að þessu. Bæði í formi þess að vera með engin eða lág laun en líka bara peninga. En við erum að fara núna bara fljótlega á stað í svona pre-seed eða seed, við erum einhverstað þar á milli fjármagnulótu, til þess að geta svona klára þessi ákveðin kostnaður við að svona að klára þessi leyfismál og síðan geta kynnt okkur almennilega. Já, menn þú verið að vinna því sjálfu þá að sækja fjármagnið? Já, ég hef mikla reynsla af því, ég hef sótt mikið fjármagn áður, það er þannig þegar maður að sækja fjármagn það er aldrei á vísan að róa. Nei. Og það er alltaf óvissa en mér finnst það samt gaman og það er bara hluta af þessum leik ef þú ert að fara í frumkvöldsstarfsemi og auðvitað getur í sumum tilfellum bootstrappað og svona það var það sem ég langaði að gera núna að búa til mjög mikið virði áður en ég sæki í fjármagn og við erum komin held í mjög langt, við erum með teymi sem að þú segir sjálfur frá er alveg heimsklassa teymi og við erum langt komin með fyrstu útgáfu af vörunni, þannig að við erum búin að gera mjög mikið. Já. Áður en við sækjum fjármagn, þannig að vonandi hjálpar það okkur í því og en svona, þannig að ég þekki þann leik, ég hef bara mjög góða reynsla því að vinna með fjárfestum, ég var sín mikið traust með Meniga og þó svo að Meniga hafi kannski að því að mitt mestu peningurinn fór í þetta auglýsingahakkerfi skref 2 sem að náði aldrei í flugi, þá kannski Meniga ekki ennþá orðið fjárhagslegt success fyrir fjárfestana, en það vonandi verður það er núna hagnaður á Meniga og það er í vexti, þannig að ef að svona rétt spilast næstunni, þá getur fjárfestar alveg komið ágætlega út úr því. Já. En samt, þeir fóru allir með mjög opnum augum og það var mikið alveg, þetta var sameiginleg ákvörðun að þeir hefðu ekki sett peningan í félagið nema að við hefum verið að reyna við þetta stóra skref 2 og verða reisafyrirtæki og þannig líka virkamargir þessum fjárfestum, þeir eru að reyna að bakka fyrirtæki sem er að reyna að gera eitthvað mjög stórt, vitandi að það kannski bestafalli 20-30% líkur. Einmitt. Þannig að sem að var bara staðan hjá okkur, ég held að við höfum verið mjög nálægt í en svona það gekk ekki eftir en svona mér fannst þetta allt bara mjög sanngjarnt í þessu og ennþá óljóst hvort að ég og meðstofnendur fáum pening út úr Meniga, við eigum hlutafar en fyrsti peningurinn út fer til fjárfesta eins og mjög algengt og mér finnst það bara grundvallaratriðum sanngjarnt. En ef að Meniga er ákveðin stóru útgöngu á einhverju stigi þá gæti það verið nógu stórt til að við stofnendur fáum fullt af peningum líka en það svona er ekkert sem að maður er að treysta. Kannski í dag. Nei, en núna bara það er svo ótrúlega, ég líka er að njóta þessa tíma með Spesju að því þetta er svo ég finn það svo vel líka eftir að gengi gegnum þetta hjá Meniga hvað þessi fyrstu missir eru dýrmætt. Þetta er bara lítill hópur saman að vinna mjög kreatíft að því að leysa stórt vandamál í heiminum, mjög spennt yfir möguleikunum og nýju tækninni og gervigreind og öllu þessu, það er svo margt mögulegt og bara, engin svona legacy mál kominu upp, við erum að svona, flækjustigið er mjög lágt. Auðvitað þurfum við að hreyfa okkur mjög hratt og þetta er alveg mikil alvara í þessu, við erum í þessu til að ná árangri og svona, en þarna erum að leggja mikið undir, en þetta er mjög skemmtilegu tími, ég er að njóta hans meira núna heldur en áður, bara því ég veit hvað þetta er dýrmætur tími. Já, einmitt, áður en við byrjaði að taka inn fjármagn. Áður en bara byrjaði að taka inn fjármagn og viðskiptavinni og svona þá eykst ábyrgðin og þá kemur ennþá meiri pressa, maður setur svona mikla pressa sjálfan sig nú þegar, en þá kemur svona ennþá meiri pressa og það er líka gaman en þá svona er oft minni tími fyrir þessa kreatífu svona djúpu produktu vinnu sem er svo skemmtileg. Já, einmitt, þú talaðir einmitt hana í byrjun hvað er mikið að geta selt sjálfan sig að vera góður sölumæður og þú fórst hann og vannst hjá Menn & Mais í 2 ár til að verða ennþá betri. Já. En hvað myndir þú segja svona þegar þú ert að sækja fjármagn að segja svona lykil þáttu fyrir kannski einhvern sem er að hlusta þennan þátt að hafa í huga? Já, það er bara sumuleyti þetta, sölumennska, þú ert að selja þig og aðalega þig meira heldur en fyrirtæki, það er kannski sérstaklega svona fyrstu skrefunum, ég held að þú ert komin lengra, þá horfa fjárfestar meira bara á fjármálinn og er vöxtur og hver eru tekjurnar og svona og þú ert komin ákveðið langt, þá er það eina leiðin til að sækja peninga, en svona fyrstu stigunum og því fyrr sem þú ert, því minna máli skiptir það og því meira máli skiptir sagan þín og reynslan og teymið, þannig að þú ert fyrst og fremst að selja sjálfa þig, að þú sért
ábyrgur og öflugur frumkvöðull sem geti margfalda peningana sem þú ert að setja þarna inn og þú ætlir að leggja það allan fram við að gera það, þú hafi þekkingi að gera það, þú hafi reynslu til að gera það, þú setur með teimi til að gera það, þú getur samfært aðrum að koma í teimið og samfært viðskiptavinni. Þannig að já, þú þarft að selja svona 10-15 mismunandi hluti þegar þú ert að hitta fjárfesta. Og ég myndi líka tala sem að og þessu leiti þó að sé óvissa og pínu stressandi, þá það líka gaman og það skemmtilegt að tala við fjárfesta og maður fær oft alvöru endurgjöf. Fjárfestar, margir hverjir sem sér af þessu hafa séð, tala við 100 eða 1000 frumkvöðla og hafa séð mjög margt og geta oft veittir mjög verðmæta endurgjöf. Já. Svo þetta líka snýst bara chemistry, finnur fjárfesta sem að hafa trú á þér og því sem þú gera og viltu vinna með þeim, því að það svona ég held að sé venjulega ekki góð hugmynd að taka fjármagn sem samt oft freistandi eða ekkert annað í boði, en taka fjármagn sem þú kannski ert ekki alveg viss að viðkomandi fjárfesti sé á sömu blaðsíðu og styðji vegferðin eins og þú sér þannig fyrir þér sem frumkvöðl. Nei, einmitt. Þannig að það skiptir öllu máli, að það sé raunverulegt alignment eða svona samstaða, hafi sameiginlega sýn og en eins og ég segi, ég hef haft almennt mjög góða reynslu, en maður það líka skilja leikinn og hvernig fjárfestar hugsa á hvað leik þeir eru að spila. Þeir eru bara sjóðir sem að sækja sína peninga til fjárfesta eins og íslensku sjóðirnir sækja peninga almennt mest kannski til íslenska lífeyrissjóða og þeir eru að lofa ákveðinni ávöxtun og aðferðafræði, þannig að þú ert líka bara að skilja nákvæmlega hvað þeir eru að reyna að gera. Já. Þeir vilja fjárfesta úr hverjum sjóð, kannski 10-15 fyrirtækjum fyrir ákveðna upphæð og svo geima svolítið til að geta fjárfest meira ef þörf krefur og þurfa að hafa nokkuð fyrirtæki sem að ná miklum árangri, þannig að þú þarft að geta selt þeim að þú sért að stefna á og eigi möguleika á að ná slíkum árangri sem myndi skila þeim mjög góður útkomu sjálfum. Já. Þannig að þú ert að skilja hvað þeir eru að leita að. Einmitt. Og svo einhvern veginn, svo líka fjármögnun alltaf, þetta alltaf sálfræðilegt. Það ekki bara nóg að vera með gott, vel rökstutt businessplan sem að lítur rosalega vel út einhverjum glærum eða flotta vöru, þú veist líka bara svona fjárfestingar alltaf svona tilfinningarlegar einhverju leiti, þannig að þú þarft svona, og öll sölumennska, þú þarft að kveikja í fjárfestunum, gera það spennta yfir þessu, láta það virkilega trúa því og langa til að fjárfesta í og þá það gerur meðal annars með því að sýna mikla ástríðu fyrir því sem þú ert að gera. Ef þú hefur ekki ástríðu fyrir því, þá held ég að okkur eftir einhverja fjárfesti í því. Já. Og í öðru lagi þá þarftu líka bara vera með spennandi sögu og case sem að bara spennandi fjárfesti, bara sem þú trú á að það getur orðið 10 eða 100-földun á peningunum. Já. Og vera með eitthvað nægilega trúverðuga leið til þess. Fyrstu stíðunum teimið skiptir öllu máli, þannig að ekki gleyma að útskýra hverjir eru í teiminu og okkur og hvernig þeir vinna saman og svona. Það sérstaklega fyrstu skrifunum myndi ég segja það sem oftast fjárfestar horfa mest til. Kannski minna spá í tölunum eða vörunni á því stíi, hugsa bara þetta nógu öflugt teimi til að í öflugt teimi getur gert ótrúlega góða hluti í kannski með ekkert sérstaka hugmynd, meðan að lélegt teimi gerir ekki neitt, jafnvel þó sem bestu hugmynd í heimi. Já, það mjög góða punktur. Já, og þá hjálpar auðvitað að gengi gegnum þetta áður, en samt, það ekkert aldrei á vísan að róa og oftast meiri vinn en maður heldur og meni, ég hef náða árangri að sækja pening og sótti fullt af peningi meninga, en það komi líka fjármagnarnir sem að gengi ekki eftir eða voru á öðrum kjörum en maður vonaðist eftir og eftir að hafa eitt gríðalegri vinnu og orku, þannig að líka eins og við talaðum þegar Santander verkefnið datt upp fyrir þá vorum við búin að vorum bara síðustu millimetrun, við vorum bara að skrifa undir og sem fréttatilkynningu þegar það hætti sem var mjög erfiður ósigur að kyngja. Einmitt, ég get alveg trúa því. Já. En hvað myndur segja að séu svona stæðstu áskorunar hjá þér í dag með nýja verkefni? Já, það bara svona klassískar áskorunir. Ég meina næsta skref, stóra skref ég held við séum mjög spennandi stað með vöruna og vandamálið. Þetta bara stórt global vandamál sem að ég brenn fyrir og sé mikil tækifæri í að gera betur í og held að geta orðið mjög stórt og líka vonandi hjálpa Íslendingum til að spara einhverjum skynsamar eða fjárfesta auðveldari hátt og ódýrari í leiðinni. En
En já, ég meina, næsta áskorun er fjármögnun, að finna fjárfestar sem eru til í að koma í þessa vegferð með okkur og þetta ég með einhverja sem ég þekki og hef í huga og þekki þann markað ágætlega, en að það svona næsta áskorun. Svo það auðvitað bara eins og öll fyrirtæki að því gefnu þegar við förum í loftið núna seinni hluta ársins að selja dótið, samfara einhvern að við séum að gera eitthvað að viti og fá viðskiptavini. Það bara alltaf stærsta áskorun. Það margfalt erfiðar að selja og fá viðskiptavini heldur en að búa til vöruna. Það oft talað svona þeir sem að stofna í fyrsta skipti, þeir eigið allir sínu orku í vöruna. En þeir út að stofna í annað skipti eða seinna, þá eigið allir þínu orku í að hvernig ætlar að selja og markaðssetja. Ég held að sé mjög mikið til í því, að því þú fattar það bara, það það sem það erfiði hlutin. Þannig að við höfum reynt að gera það núna í Spesíu, við erum að byggja upp brand og sögu og markaðsplan og sölu og markaðsplan sem mjög svona úthugsað bara samhliða vörunni. Þetta alveg samhliða, það samt að því við erum að bíða eftir leyfi fyrir fjármálaeftirlitinu, þá svona best ef maður getur bara sett eitthvað í lofti mjög snemma og byrjað. Fengi feedback. Já, fengi feedback. Við höfum til að gera það eins öðruvísi, við erum með notendaprófanir og svona, en það verður bara líka gaman að og maður fær svolítið út úr því, en svona, leiðum við förum í lofti, þá bara líka byrjar klukkan að tikka og við þurfum að sýna fram á árangur og það ekkert gaman eins og ég talaði það rosa gaman og skapandi að gera einhverja vöru, en ef enginn síðan vill nota hana, þá það kannski eftir að hyggja ekki eins gaman, því það ekkert gaman að eða orkunni sín í eitthvað síðan sem enginn notar. Mér finnst alltaf fundist það sorglegt. Þetta svona kannski það sem að líka mótivera mig svo mikið í sölu og markaðssetningu að ég kannski búin að samfara fullt á liði að vinna með mér einhverju vöru og einhverja bara heimsklassa forritara að búa til einhverju vöru. En mér tekst svo ekki að selja hana. Þá það svolítið svona farið í vaskinn það öll svo vinna. Þannig að því að þetta harður heimur og það þurfa allir að keppa athygli og svona, þú þarft að vera góður í að selja hlutina. Það þeir sem að kunna selja sem ná árangri en ekki bara þeir sem eiga góða vörur. Það oft svolítið sem að kannski líka þegar ég að mentora frumkvöla á Íslandi og víðar, þá bara þetta eiginlega alltaf stærsta hlutan. Ég segi þú að byrja fyrirtæki í jafnmiklum tími sölu og markaðsliðan eins og gerir í vöruna og það oft bara margir hiss á því. Sumir segja, ég ekki bara fyrst að gera vöruna og svo finna út því hvernig ég á að selja hana. Nei. Nei, ekki gera það. Gerðu jafnmiklum tími, bara talaði við einhverja aðra frumkvöla sem hafa selt svipaða vöru, spurðu hvernig fóru þau á markað, hvað gekk vel, hvað gekk illa, búðu til bara mjög djúpa hypotesu hvernig það ætlar að selja draslið. Á sama tíma og ídraða það á meðan þú ert að ídra vöruna, þannig að það getur þá líka vinnur það saman meira, sko. Einmitt. Þetta bara, stærsta leksían og ég held að svona líka hafandi aðeins fjárfest sjálfur í svona sprotafyrirtækjum, þá líka þetta svona það sem ég finnst ferskast. Ef ég sé frumkvöðul sem er með mjög samfarandi og vel úthugsað og rannsakað sölu og markaðsplan, það svona oft stærsti faktorinn í því að ég, fyrir utan kannski manneskjuna sjálfa, hversu öflug mér finnst viðkomandi, þá það hversu öflugt sölu og markaðsplanið. Og það því að næstum alltaf ertu kannski með mjög fína og samfarandi hugmynd og vöru, en svo bara sölu og markaðsplan bara eitthvað sem að þú sér bara það ekkert búið að pæla í þessu. Þetta bara eitthvað ég ætla að auglýsa á Facebook og sjá hvað gerist, sko. Það ekki markaðsplan, sko. Þú þarft að vera búin að hugsa það. Og varst búin að vera liggja svolítið yfir þessu. Já. Og ég ekki að segja þú þurfur að hafa öll svörin, þetta eins og öll frumkvöðlastar sem mikið svona bara trial and error og prófa sig áfram, en bara oftast góð hugmynda eða jafnmiklum tíma í sölu og markaðshlutan frá byrjun eins og þú gerir í vöru. Já, einmitt. En ef við komum aðeins kannski inn á í loki sem búin að tala á gífurlega mikinn áhuga á persónulegum fjármálum. Já. Hvað það svona sem myndi segja að skipti svona mestu máli, kannski bara meðal maður sem að hlusta á þetta og hugsa kannski ég kannski ekki það mikið á milli handana til að fjárfesta. Hvar á fólk að byrja? Já, þetta hvað höfum langan tíma. Nei, þetta mikið áhugamál hjá mér og ég hef verið að ég að þýða þessa bók Sálfræði peningana, hún kemur út í haust og ég að kenna og ég að stundum halda fyrirlestur bara svona fjárhagslega heilsu, þannig að við byrjum bara þar.
Í mínum huga, já, ég meina, þetta bara eitt af því sem í lífinu sem allir þurfa að díla við, hvað sem átt mikla eða litla peninga, allir þurfa að höndla þá. Já. Og það bara eykur lífsgæði mikið svona að höndla það á betur. Og fyrsta sem ég myndi kannski nefna að lífið sveiflukennt, hvað sem mann líka betur eða verð og hvað sem maður fátækur eða ríkur. Þannig að bæði persónulega það kom á skinn og skúr í manns eigin lífi og mann kannski getur mist vinnu eða meiri eða minni tekjur og oftast gerist eitthvað á ævinni. En svo líka einhver áföðlega veikindi eða hvað sem það er. Svo erum við líka bara eins og allir vita sem að vilja vita það að við erum í sveiflukenndu hagkerfi að skiptast á góðæri og kreppur og verðbólguskot og vaxtaskot og þannig ef maður spennir alltaf bogan í botn í sveiflukenndu hagkerfi þá lendir maður alltaf í vandræðum þegar eitthvað harðnar á dalnum. Já. Og hvað segir þetta manni? Jú, maður verður að reyna, jafnvel þó maður eigi lítið, að byggja upp einhvern buffer, einhvern spartnað. Þetta bara eins og í biblíunni með mögru og feitukýrnar, sko. Ef þú geymir ekki eitthvað þegar feitu árin koma, sko, þá verður þá lendir í vandræðum. Þannig að byggja buffer og fyrstu skrefin þar erfiðust og það svona og þetta meir en bara varasjóður samt eykur lífsgæði því það gerist eiginlega alltaf eitthvað en ég svona kalla þetta fjárhagslegt frelsi líka og þetta oft ótengt tekjum, fullt af fólki með mjög hátekjufólk eyðir hver einustu krónu og bara alltaf ef það hækkar í launum þá stækkar það húsið fyrir einu en fleiri utanlandsferð eða skíðaferð eða bæti við sér bíl og sparar ekkert. Nei. Það að gera njóta lífsins og svona en þegar ef maður notar ekki tækifærin sem koma hjá flestum, ekki öllum samt, það má ekki gera lítið úr því, þá maður verður að reyna að leggja fyrir og það gefur manni frelsi og ég tala oft að það komi í skrefum, þannig að svona ef ég myndaði einhvern sem fyrst á ekkert, hann í vandræðum, eða bara bíllinn bilar, þá hann í vandræðum og getur ekki á gefna á viðgerðinni. Ef hins vegar þú átt bara, þú skrifum 200 skall í varasjóð, þá ert allavega komið með möguleika á að bregðast við einhver svona óvæntum útgjöldum. Bílar þvottavél. Ef þú síðan kannski nærða að spara aðeins meira á eiga fyrir 3 mánaða útgjöldum í núverandi lífstíl, sama hver hann það gefur þá ákveðið frelsi til að kannski hætti vinnunni og fá nýja vinnu og vera án launa í 2-3 mánuði án þess að lenda í vandræðum eða fara í gott draumafrí eða eitthvað, þá ertu komin með aðeins meira með 3 mánuði. Ég hugsa svona fjárhagslegt frelsi hvað get ég lifa lengi á fjárfestingunum mínum, hvort sem það sparnaður eða einhverja eigni sem gefa tekjur eða eitthvað. Og þá ég ekki að tala heimil og bíl, það neysla, þú getur selt það en þá þarft að keyra á búa einhvers staðar. Ég að tala fjárfestingar. Þannig að það getur verið leiguíbúð eða hlutabréf eða sparnaðurinn á bankabók eða eitthvað þannig. Síðan, ef þú getur safnaði fyrir ársútgjöldum, þá ertu komið umtalsett frelsi. Þá getur þú gert eins og ég og tekið þér kannski ársleyfi milli starfa ef þú vilt gera það í lífinu eða farið í heimsreisu í hálft ár. Látið einhverja drauma rætast á þess að lenda í vandræðum. Eða bara þá upplifur þú ákveðið fjárhagslegt öryggi, þú ert með heilsársbuffer. Ég oft talað það að það sé ákveðin faraldur í okkar samfélagi. Mjög margir eru bara í vandræðum fjárhagslega, eru svona mjög tæpir og eru bara með mikla fjárhagsáhyggjur og eru bara að missa svefni yfir því og mikla streitu og jafnvel veikir yfir því eða það talaði að fjárhagsáhyggjur séu ein af aðalorsökum þess að fólk missir úr vinnu þá það brot á streitu og álagi og áhyggjum. Já. Og það ein af aðalorsökum sambandsvandamála, þetta er bara risastórt og samt einhvern veginn tala samfélagið okkar ótrúlega lítið fyrst mér heimilisfjármál. Það endalaust talað ríkisfjármál, fjármál fyrirtækja, það bara getur alltaf kveikt á fréttum nema að sé að vera ekki að tala verðbólgun og eitthvað eða hagna bankana, en svo heimilisfjármál, þetta bara ekki tala þetta. Nei. Og bara við erum held í lengra komin sem samfélagi að tala kynlífi börnin okkar eða geðheilbrigðismál heldur en fjármál. Já. Þannig að svona, þannig að það líka uppeldislegt, bara ég með talað þetta við börnin, leiðu að taka þátt í ákvörðunum. Það líka mikið áhugamál, fjárhagslegt uppeldi. Já. En svona þetta, að reyna að leggja fyrir, fyrstu skrefin eru erfiðust, en þó það sé ekki nefn einhverju þúsundkallar í byrjun, þá smá saman verður þetta auðveldara. Já. Svo ég oft talað fyrir svona að reyna að leikjavæða þetta, til dæmis ef maður fær
einhverja nýjar tekjur sem maður var ekki með áður, eða eitthvað vindfól, eitthvað hvalreka, eitthvað bónus, eitthvað sem var ekki hluta venjulegum tekjum, þá góð regla kannski 1/3 nota 1/3 borga niður lán og 1/3 í sparnað, ekki eyða öllu í strax. Nei, af því þú bjóst ekki við þessu, þá hlýtur að geta, og flestir fá þetta einhver tíma en eitthvað svona. Já. Síðan líka eins og núna eru vextir að lækka, þannig að mjög margir með húsnæðislán og kannski upplefa sig búin að sligast undan því, þeir eru með óverðtryggð lán, en þeir eru samt kannski búin að venjast í líka að borga háa upphæða því vextir eru búin að háir. Nú eru þeir kannski að lækka og greiðslubyrðin segjum að lækka 50-100.000 mánuði á ár sem frábært, en þá getur þú kannski ímyndað, ég ætla ekki að taka þetta og eyða meiru, ég búin að venjast háugjöldunum, ég ætla að taka þetta til að borga láni hraða niður eða leggja fyrir. Já. Þannig að mín reynsla að langflestir jafnvel lágtekjufólk hafi stundum meiri tækifæri, við erum mjög ríkt samfélag, þrátt fyrir allt, aldrei verið ríkari á efnislegum gæðum heldur en núna. Þannig að flestir geta sparað eitthvað. Já. Og jafnvel þeir sem eiga lítið, þeir lendi í áföllum og þurfa það. Þannig að En hvernig finnst þér eins og með þá nálgun svona pay yourself first principle? Já, algjörlega. Ég bara fylgjandi því. Það vísar í þetta að þú fáir eitthvað útborgað og þá þú eyðir ekki fyrst í alla reikninga og alla eyðslu og svo bara sem afgangurinn einhvern veginn geymir. Því þá margir upplifa að það aldrei þetta afgangur. Ég tekst einhvern veginn að eyða öllu. Einmitt. Og var alltaf að hækka og eitthvað. Það virkar ekki. Þá kom einhver með þetta, pay yourself first, byrjaði bara áður en borga nokkuð reikning, borgaði þér það sem þú ætlar að spara, 50 skall á mánuði, og bara líkt á það sem bara heilaðast að reikningina þeim öllum. Já. Svo tekst þér að eyða restinni, jafn auðveldu áður, og þú finnur ekkert endilega kannski mun á því, en þetta bara snýst þetta er svona sálfræðitrix, bara þetta heilaðast að því öllu, þetta er ekki eitthvað sem mætir afgangi, þetta er það sem kemur fyrst. Já. Og ég bara fylgjandi því að það ætti eiginlega ekki að vera optional eða valkvætt að spara. Það svo bara lífsgæðin þín verða svo margfalt herri að þeir texta. Og leiðu eins og ég og kona mín höfum líka haft allt í lagi tekjur og alveg verið bara heppin með og gengi vel í okkurum fjárfestingum og svona, þannig að þrátt fyrir að ég hef ekki fengið einhverjar stórar upphæðir út mínum startupum, þá höfum við ágætis sparnað og fjárhagslegt frelsi og getum ferðast og það bara rosalega verðmætt. Við samt erum til hreyfing sem heitir FIRE sem við teljum okkur hluta af, sem svona alþjóðleg hreyfing, stendur fyrir Financial Independence Retire Early, og það snýst ekki að, eins og margir halda fyrst, þetta snúst bara að hætta að vinna snemma. Þá hefði ég bara gert það núna, en það snýst að eiga möguleika á því, eiga nóg frelsi til að segja fuck you við yfirmannin eða afsakið, haltu kjafti penning eins og stundum kallað og skiptum vinnu eða velja skemmtilegustu vinnuna eða bara gera það sem það haga lífinu eins og þú vilt, þú verður ekki háður launatjekkanum. Já. Og það bara mjög verðmætt og auðvitað ekkert auðvelt að komast þangað, en kemur í skrefum, byrjar einhver staðar og svona við erum komin svolítið sæmilega áleiðis á þessum stiga, þannig að en hluta því að við höfum bara ákveðið. Við erum með 4 börn á heimilinu en við samt erum í bara miðlungsstóri íbúð og ákvaðum að við þurfum ekki einbýlishús í Garðabænum og við þurfum ekki 3 bíla, við erum bara á einum bíl og svona, okkur bara líður vel, við höfum alveg efna á 2 og stærra húsi, en við viljum frekar bara eiga meira fjárhagslegt frelsi. Já. Og frekar geta þá unni minna heldur en þetta. Þetta líka svona, það snýst líka hvað veitið hamingju, það neyslan, það, og svona, þetta nú annað áhugamál hjá mér og svona, ég upplifði það bæði sjálfur en þetta líka mjög skýrt í rannsóknum, veraldlegir hlutir, þegar maður kaupir stærra íbúð og bíla og svona, það veitir man ekki neina viðvarandi aukna hamingju lífsitt. Nei, bara oft flækir lífið, þú fer að kaupa sumarbústað eða bát og fer þetta bíla og viðhald, þetta bara vesen. Já. Þannig að það ákveðin svona fegurð í einhvern svona minimalisma, bara að vera sáttur. Það líka oft talað að hamingjan mismunurinn á raunveruleikanum og væntingum. Já. Þannig að maður svona næra, og maður getur ekkert stjórna raunveruleikanum nema bara einhverju, það gerist bara sem gerist í heiminum og maður hefur takmörkuð áhrif á það, maður getur stjórna þetta sínur raunveruleika en ekki kannski sem að gerast í kringum hann mikið. En maður getur
stjórna væntingunum sínum svolítið. Já. Þannig ef þú, og hluta því er bara ef þú skrúar upp lífstílinn, þú komið væntingar að bara þurfa 5 milljónir á mánuði til að vera hamingjusamur, þá það vond staða, sko. En ef þú hins vegar bara, ef þína ánægja kemur úr einhverju sem ekkert svo dýrt, Já. þá miklu auðveldara líka að safna og vera með raunverulegt fjárhagslegt öryggi. Þannig að þú getið þá nota peningana í eitthvað annað, að gefa þá eða stofna fyrirtæki. Það verðmætt fyrir mig til dæmis sem frumkvöld. Núna, þegar við erum að byggja upp Spesíu, ég get gert það í einhver tíma og alveg þó nokkuð tíma á þess að taka laun sem mjög verðmætt þegar maður að byggja upp fyrirtæki. Ég gæti það ekki nema ég ætti sparnað. Já, einmitt. Fyrir einhvern annan viltu kannski nota sparnað en í eitthvað annað. Þetta mjög einstaklingsbundið, en það allavega að gefa manni frelsi og meiri möguleiki í lífinu, alltaf draumana að eiga sparnað, eiga fjárfestingar. Já, en hvernig finnst þau svona almennt hvis fólk eiga erfitt með að tala um fjármál? Já og nei, sko, það held ég hefur aukist mjög mikið. Ég til dæmis var viðmælandi í podcasti sem hét leitin að peningunum fyrir 2-3 árum, 3-4 árum. Já. Það var gríðarlega vinsælt, 20.000 hlustu á þau viðtöl, bara því að það hópur á Facebook sem heitir Fjármálatips sem hefur líka 10.000 virkir. Það alveg, hefur mikið aukist og það margir að pæla í þessu. En samt, ég held að sé ennþá mjög stór hópur sem að gera það ekki. Já. Mjög stór hópur sem bara á sjálfstýringu, sem þýðir bara, þú einhvern veginn bara kannski ferði í skóla, ferði í vinnu, stofna fjölskyldu, bíl, íbúð, börn og bara einhvern veginn eyðir öllum laun og niðunum, ferð á eftirlaun og átt aldrei neitt afgang, pælir aldrei í þessu, reynir aldrei að komast út úr hamstrahjólinu og búa til sparnað eða fara einhverja óhefbundna leið eða halda aftur af áttar sig kannski ekki á þessu. Já, nei, einmitt. Það þú veist. Og kannski, svo tökum bara stóru póstarnir í eyðslunni heimili, bíl, stundum matur, stundum ferðalög. Tökum bara bíl. Kostar það 2 milljónir á ári að reka bíl. Þannig að af öllum heimilum landsins sem eru með 2 bíla eða 3 bíla, ef þið getur komist að með 1 eða 2, einum færri bíl, í 5 ár, þá það 10 milljónir. Einmitt. Og það síðan með ávöxtun, þá það bara 40 milljónir í loka ævinar. Sko. Þá ertu bara fjárhagslega frjáls. Bara þegar þú gast verið á einum færri bíl í nokkur ár. Sumir hugsa svona, en flestir ekki. Flestir bara eru með 2 bíla þegar efnaði á þess að vera í vandræði með núverandi tekjur. Já. En það samt og sumir kannski eru ósammála mér eða finnst það eitthvað vera, að því að það kannski auðvitað ekki allir sem geta það og ég ekki að segja það og auðvitað ekkert grín og ég þekki líka dæmi þess að fólk bara komið í fjárhagslega vandræði. Það líka, við erum í samfélagi sem mjög auðvelt að taka lán og auðvelt að koma sér í vandræði. Já. Og það bara ekkert grín og þess að lendi í gjaldþroti, það bara erfið lífsreynsla og margir lýsa þunglindi í því og það bara aukna fjárhagsáhyggjur og bara mjög erfitt að ganga í gegnum. Þannig að, og sumir auðvitað eru bara, það dýrt að lifa á Íslandi, en þetta erfitt, en mjög stór hópur gæti verið í svo miklu betri stöðu varðandi sparnað og fjárfestingar og eiginlega öllum tilfellum myndi það veita því frelsi frá áhyggjum, frelsi til að gera meira. Ég held að flestir sem ég þekki eiginlega engan sem hefur gert það og ég þekki margar sem hafa gert það sem hafa séð eftir í, ég hefði ekki átt að spara, ég hefði frekar átt að eyða þessu öllu bara og lifa lífinu. Já. Lífið núna, það segir þetta enginn sem búinn að spara því að og samt auðvitað hægt að taka þá langt. Og það ákveðna rannsóknir núna sem mjög áhugaverðar. Mjög margir sem hafa náð að spara miklu, þeir kannski segjast ætla að eyða því á efri árum, svo gera þeir það oft ekki og bara deyja frá því. Sem ég finnst samt líka ákveðið sorglegt. Auðvitað átt að nota hennar sparnað á einhverju tímapunkti, en bara það hafa hann og vera ekki með áhyggjur mikilsvirði fyrir marga. Einmitt. Hafa valmöguleikana. Já, þannig að ég mjög bjarsýnn. Þetta að aukast. Ég allavega einn af þeim sem að reyna að breiða út þetta fagnarerindi. Bara tölum peninga miklu meira en við gerum. Já. Bara í fermingaveislum, við börnin okkar, látum þau sjá matarinnkaup þeir úlingar í eina viku. Látum þeim fá smá pening til að fjárfesta sjálf, kennu þeim þessa hluti. Já. Útskýrið fjárhagsákvarðanir út frá þroska barnanna. Já, og einmitt. já, bara
Það oft fólk sem að segir sko að peningar skipti ekki öllu máli en þeir hafa áhrif á allt annað sem skiptir máli. Já, ég held að það sé rétt og ég meina ef þú notar á rétt, eitt sem ég hef nú haft mikið áhuga á sko, svona hvað veldur manni hamingju í pening, hvernig getur maður notað peninga og svona sumir sem eignast peninga þeir vera óhamingjusamari af því að þeir hætta að treysta fólki eða ekki finna þetta svona mengar sambönd, þú veist ekki lengur hvort einhver sé vilji tala við því þú eða því þú ert ríkur sem bara einhverju golddiggarar í kringu þig eða einmitt, þú flækir lífið þitt og fara að kaupa alls konar hluti sem síðan veit að það er ekki ánægju og fara allir að bila og eitthvað. En það alveg til. Eða þú einmitt lánar einhverjum viniðinum og svo borgar hann ekki aftur og það verða vinslit og eitthvað endalaust svona. En ef þú notar það rétt í því skilningi að þú notar það til að þú gefur það á, þú stofnar fyrirtæki, þú notar það til að svona bara eiga varasjóð, elta draumana, ekki upplifanir en ekki hluti. Já. Það virkar. Samkvæmt svona rannsóknum. Þannig að á flesta held ég þannig að þú notar á rétt meiri upplifanir heldur en hluti, meira í gefa þá heldur en og líka bara laus við áhyggjur, fylgja einhverjum hugðarefnum. Já. Það virkar. Þannig að já, ég held að peningar ef þú gerir það ekki vitlaust, þeir auki hamingju. Já, það er bara kannski að fræða meira fólkið það þá. Já. Ein svona spurning í lokin sem ég spyr alla viðmældu sem koma. Hvað sérðu þið eftir 5 ár? Hvaða svona verkefni viltu kannski hafa lokið eða áorkað? Ég bara sé mig með Specia sé búin að ná miklum árangri. Að við séum búin að hjálpa fullt af fólki að taka betri auka fjárhagslega heilsu sína og skrefi nær fjárhagslegu frelsi og sé að fjárfesta á hátt sem passa betur fyrir það og þeirra markmið. Já. Og það sé orðið blómlegt fyrirtæki með skemmtilegu fólki. Orðið svona, það kannski það sem að stóra sem ég að horfa á núna svona vinnulega. Þetta sé verkefni í mitt næstu minnst 5 ára. Já, hvernig verður eins og vinnutíminn hjá þér? Já, bara hann ég er nú með 2 ung börn, þannig að ég er nú ekki að vinna eins mikið kannski ég gerði svona með fyrstu fyrirtækin, en samt þetta alltaf mikil vinna að koma á fót svona fyrirtæki, þannig að ég svona hef verið að koma mér úr öðrum verkefnum, en samt tiltölulega fjölskylduvænt, bara svona 9 til 5 og svo stundum smá auka kvöldin helgar. Já, það fylgir þessu. En það, já, þetta er langklaup og maður endist ekki heldur nema að sinna öðrum hugðarefnum og fjölskyldu og vinum og börnum og það þarf að vera balans. Já, heyrðu, glæsilegt bara Georg, takk fyrir að koma og gefa þér tíma til að koma í þáttinn. Já, bara mín var ánægjan. Þú verður mjög gott spjall og mjög áhugaverð vegferð og verður gaman að fylgjast með þér í nýjasta verkefni. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farðu inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þér tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.